Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Tekið fyrir eina dagskrármálið, veiðigjald, staðið stjórnarfrumvarp, 144. mál á þingskjali 144, nefndarálit 493, 513 og breytingartillaga 494 og 524 og tillaga rökstudda dagskrá á þingskjali 523. Þetta önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta atvinnuveganefndar frumvarp til laga veiðigjöld og nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fjölda gesta sem tíundaðir eru hér í nefndarálitinu. Við höfum haldið 11 fundi þetta mál sem kom inn í lok september og fengið til okkar gesti frá 25 aðilum og frá hverjum aðila komu fleiri en færri. Svo málið fengið mikla og góða umfjöllun í atvinnuveganefnd og fjölda umsagna. Með frumvarpinu lagt til að lögfest verði ný heildarlög veiðigjöld. Gildandi lög eru frá árinu 2012. Þeim hefur verið breytt nokkrum sinnum síðan og hafa fleiri aðferðir en ein verið nýtt til að ákvarða veiðigjaldið. Í frumvarpi þessu lagt til að reiknistofn veiðigjalds hvers árs byggist á afkomu við veiðar á hverjum nytjastofni sig. Lagt til að gjaldhlutfall veiðigjalds að reiknistofni verði 33% sem sama gjaldhlutfall og samkvæmt gildandi lögum. Lagt til að veiðigjald verði ákveðið í lok hvers árs fyrir næsta almanaksár í stað þess að vera ákvarðað í ágúst fyrir komandi fiskveiðiár. Lagðar til breytingar til að einfalda stjórnsýslu veiðigjalds sem felst í því að verkefni veiðigjaldsnefndar verða mestu færð til embættis ríkisskattstjóra og sömuleiðis verði sérstök þingmannanefnd veiðigjald lögð niður. Einnig í frumvarpinu lagt til svokallað frítekjumark verði óbreytt, það kveðið verði á hver gjaldskyldur aðili greiði 20% af fyrstu 4,5 milljón króna álags veiðigjalds og 15% af næstu 4,5 milljón króna álagningar. Meirihlutinn leggur fram breytingartillögu við 6. grein frítekjumark í því skyni að koma enn frekar til móts við ólík áhrif gjaldsins á smærri og meðalstór fyrirtæki í sjávarútvegi sem og í byggðarlögum. Samkvæmt gildandi lögum reiknistofn veiðigjaldsins ákvarðaður á grundvelli hagnaðar fyrir skatt, EBT, í sjávarútvegi samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands, hagur veiða og vinnslu, reiknað annars vegar fyrir botnfisk og hins vegar fyrir uppsjávarfisk. Vegna tímatafar við útgáfu skýrslunnar með þessu byggt á að minnsta kosti 2 ára gömlum upplýsingum. Með aðferð frumvarpsins ákvörðun á reiknistofni leitast við að girða fyrir óeðlilegar sveiflur en aðferð gildandi laga meðal annars verulega háð gengissveiflum. Samkvæmt 3. málsgrein 5. greinar frumvarpsins skulu eigendur, útgerðaraðilar og rekstraraðilar skila greinargerð tekjur og kostnað af veiðum fiskiskipa og úthaldi þeirra svo sem nánar greinir í ákvæðinu. Ákvæði 90 og 92 til 94 tekjuskatt gilda öflun og skil upplýsinga eftir því sem við á. Ef upplýsingum ekki skilað, þær eru ófullnægjandi eða óglöggar eða talin þörf á frekari upplýsingum, skal ríkisskattstjóri skora á viðkomandi að bæta þar úr. Sé áskorun ekki sinnt, áætlar hann tekjur og kostnað. Fiskistofu heimilt að miðla upplýsingum til embættis ríkisskattstjóra án
úr aflaskýrslum og vigtar- og ráðstöfunarskýrslum og skal vera embættinu til ráðuneytis þau gögn sem stofnunin lætur því í té. Í 5. málsgrein sömu greinar kveðið á að hafi útreikningur reiknistofns reynst vera verulega rangur verði heimilt að endurákvarða gjaldið samkvæmt ákvæðum 4. greinar fjárhæð veiðigjalds til allt að síðustu 2 veiðigjaldsára þótt komið hafi í ljós að álagning hafi verið of lág. Meirihlutinn leggur til orðalagsbreytingu við 3. málsgrein 5. greinar og að við bætist ákvæði sérstakt gjald sem ríkisskattstjóri leggur á ef tekjur eru vantaldar eða kostnaður oftalinn sem nánar verður gerð grein fyrir síðar í áliti þessu. Aflaverðmæti hvers nytjastofns fyrir hvert fiskiskip byggist á upplýsingum sem tíundar verða í greinargerð þeirri sem aflaverðmæti og rekstrarkostnað sem fylgja skattframtölum rekstraraðila í sjávarútvegi. Til að gera framkvæmd þessa auðveldari fyrir eigendur fiskiskipa verður leitast við að árita upplýsingar í greinargerðina þegar hún er opnuð með skattframtali. Sérstakrar ákvarðunar þörf meðhöndlun vinnslu skipa vegna vinnslu afla borð og á grundvelli lauslegs samanburðar við afkomu við veiðar á óunnum afla lagt til að skráð aflaverðmæti frysts afla verði lækkað 10%. Að auki lagt til að verðmæti alls uppsjávarafla verði hækkað 10%. Í þessum reikningum þar sem fyrirliggjandi gögn aflaverðmæti botnfiskafla og uppsjávarafla eru ekki að öllu leyti sambærileg vegna ólíkra aðstæðna sem uppi eru bæði við veiðar og vinnslu þeirra tegunda sem ræðir. Þessu svipar í raun til þess fyrirkomulags sem samkvæmt gildandi lögum þar sem reiknistofn veiðigjalds í uppsjávartegundum nokkuð rýmri en á botnfisktegundir þar sem stærri hluti af hagnaði við vinnslu uppsjávarafla með í stofninum. Í mars 2018 gaf endurskoðunarskrifstofan Deloitte út skýrslu rekstur sjávarútvegsfyrirtækja samkvæmt sameiginlegri beiðni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og formanns atvinnuveganefndar. Í skýrslunni kom fram að tekjur í sjávarútvegi hafa dregist saman 25 milljarða árið 2016 eða 9%. Því tekjutapi hafi verið mætt að hluta með lækkun kostnaðar einkum hjá stærri félögum og hafi EBITDA lækkað 15 milljarða króna eða 22%. Að hluta megi rekja þetta til verulegs samdráttar í afla árið 2016 eða tæp 19% frá fyrra ári, einkum vegna loðnubrests. Og í skýrslu Deloitte sagði enn fremur að útlit væri fyrir að EBITDA afkoman myndi versna nokkuð á rekstrarárinu 2017. Meðal annars vegna óhagstæðrar þróunar ytri hagstærða. Þannig hafi verðlag sjávarafurða lækkað verulega í íslensku krónum og launavísitala hækkað. Lækkun olíuverðs hafi haft nokkuð jákvæð áhrif á afkomu ársins 2016 en á árinu 2017 hafi olíuverð tekið að hækka að nýju því geti EBITDA afkomu ársins 2017 hafa lækkað 20 til 37% frá fyrra ári. Sjálfstæðum atvinnurekendum í sjávarútvegi hefur fækkað ört á undanförnum árum. Samkvæmt tölum Fiskistofu hefur útgerðum sem ráða yfir aflahlutdeildum fækkað úr 946 í 382 frá upphafi fiskveiðiársins 2005 til 2006 til upphafs yfirstandandi fiskveiðiárs. Það þeim hefur fækkað 60% á 12 árum. Til þess að teljast bæði útgerðir með aflamark og krókaaflamark en langstærstur hluti þessara breytinga liggur í smábátaútgerðinni. Á fiskveiðiárinu 2013 til 2014 voru krókaaflamarksbátar 354 talsins
en við upphaf yfirstandandi fiskveiðiárs voru þeir orðnir 258 talsins. Hefur þeim því fækkað fjórðung á 4 árum. Samtímis fór hlutur 50 stærstu handhafa krókaaflahlutdeildar vaxandi og nú orðinn 83%. Raunar virðast margir krókaaflamarksbátar ýmist hafa litlar aflaheimildir eða eru ekki í rekstri. Auk innri og ytri aðstæðna líklegt að lagabreyting frá árinu 2013 hafi hér haft sitt að segja, en þá var stærðarmörkum bátanna lyft úr 15 brúttótonnum í 15 metra hámarkslengd og 30 brúttótonn, sem jók eftirspurn eftir krókaaflamarki. Byggðastofnun hefur skoðað breytingu á afkomu nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja sem taka þátt í nýtingu aflamarks Byggðastofnunar. Tekjur þeirra sjávarútvegsfyrirtækja minnkuðu verulega á milli áranna 2016 og 2017 og það í samræmi við tölur frá Hagstofu Íslands sem telur að útflutningsverðmæti sjávarafurða á milli áranna 2016 og 2017 hafi minnkað ríflega 15%. Líklega má yfirfæra þessar upplýsingar á önnur fyrirtæki af svipaðri stærð. Sjávarútvegsfyrirtæki standa missterk og rekstrarskilyrði þeirra eru mjög misjöfn. Í þeim tilvikum þar sem veiðigjald verður mjög íþyngjandi og það bætist jafnvel á erfið rekstrarskilyrði þurfa fyrirtæki að bregðast við og hagræða í rekstri. Í einhverjum tilvikum getur það þýtt sölu veiðiheimilda sem getur valdið miklu erfiðleikum, einkum í litlum sjávarplássum þar sem lítil og meðalstór fyrirtæki eru burðarásinn í viðkvæmum sjávarbyggðum sem reiða sig að mestu á sjávarútveg. Jafnframt það líklegt til að leiða til aukinnar samþjöppunar veiðiheimilda. Þetta kemur fram í minnisblaði frá Byggðastofnun. Við umfjöllun málið í nefndinni var nokkuð rætt þá aðstöðu þegar að sjávarútvegsfyrirtæki stunda bæði veiðar og vinnslu sjávarafurða. Í viðskiptum slíkra aðila samkvæmt því sem fram kom fyrir nefndina iðulega stuðst við viðmiðunarverð Verðlagsstofu skiptaverðs sem jafnan lægra en markaðsverð á fiskmörkuðum. Vinnsla slíks sjávarútvegsfyrirtækis kann því að standa betur að vígi í samkeppni við fiskvinnslu án útgerða og sömuleiðis geta sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda ekki fiskvinnslu og selja afla á markað staðið verr að vígi gagnvart fyrirtækjum í samþættri starfsemi. Nefndin fjallaði ákvörðun verðs sjávarafla í tilvikum sem þessum og spurningar verðmyndun og álitaefni svonefnda milliverðlagningu sem fjallað í 57. grein laga tekjuskatt. Ekki var efast úrræði sem embætti ríkisskattstjóra hefur að lögum, auk þess sem embættið hefur aðgang að gögnum til að gera samanburð á verði. Hins vegar kom jafnframt fram fyrir nefndinni að milliverðlagning sé vandasamt verkefni, erfitt geti reynst að finna út rétt verð, einkum þegar ekki skeikar miklu og auk þess sem það tekur tíma að fara í gegnum slíkt mál fyrir stjórnvöldum. Eigi síðar en 1. desember ár hvert skal ríkisskattstjóri samkvæmt frumvarpinu gera tillögu til ráðherra fjárhæð veiðigjalds fyrir nytjastofn. Með frumvarpinu embætti ríkisskattstjóra heimilað að taka til sérstakrar athugunar ef vísbending óeðlilega milliverðlagningu og sé fyrir hendi innan samþættra sjávarútvegsfyrirtækja eða í uppgjöri innan samþætts sjávarútvegsfyrirtækis. Meirihlutinn telur að með þessu sé brugðist með tilhlýðilegum hætti við þeirri umræðu sem verið og var þessi málefni í nefndinni sem annars staðar. Meirihlutinn bendir á að Verðlagsstofa skiptaverðs fylgist með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðlar að réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna og fer störf hennar samkvæmt lögum nr. 13/1998 Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. Meirihlutinn telur mikilvægt að störf Verðlagsstofu verði styrkt
og bendir á nokkur atriði sem komu fram við meðferð málsins, til dæmis að þörf sé á að endurskoða ákvæði 3. gr. laga stærðar- og gæðaflokka og að skýra valdheimildir í 6. gr. laganna. Nefndinni bárust einnig athugasemdir það í fyrsta lagi að sanngjarnara væri að úrskurðir Verðlagsstofu giltu aftur í tímann. Í öðru lagi að Verðlagsstofa gæti ekki komið í veg fyrir sölu tiltekins afla þó svo að lægra verð hefði verið notað til viðmiðunar við uppgjör, og í þriðja lagi að brúttórúmlestastærð allra báta og skipa ætti að vera opinberlega skráð. Við umfjöllun málið kom fram athugasemdir við það að þeir sem afla þangs og þara skulu samkvæmt frumvarpinu greiða veiðigjald til ríkisins, enda greiða þeir nú þegar eigendum sjávarjarða fyrir aðgang að fjörum. Meirihlutinn bendir á að einungis hluti nýtingar í fjöru eða innan netalaga sjávarjarða. Einnig bendir meirihlutinn á að með setningu laga nr. 49/2017 breytingar á ýmsum lögum vegna öflunar sjávargróðurs í atvinnuskyni voru lagðar auknar skyldur á stofnanir ríkisins til að vakta og rannsaka þang og þara. Við meðferð þessa máls í þinginu var áréttað í nefndaráliti meirihluta þáverandi atvinnuveganefndar að tilgangur veiðigjalds væri meðal annars að mæta kostnaði við rannsóknir, eftirlit og fleira. Einnig var þá ítrekað að rannsóknir væru mikilvægar meðal annars þar sem þang og þari væri mikilvæg fyrir lífríkið, og Hafrannsóknastofnun var með umræddri lagabreytingu falið að rannsaka vistkerfi tengd sjávargróðri. Meirihlutinn leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu. Lagt til að nytjastofnar sem hafa minna aflaverðmæti en 100 milljónir króna á ári samkvæmt vegnu meðaltali næstliðinna 3 ára myndi ekki stofn til veiðigjalds. Telur meirihlutinn að veiðigjald geti haft áhrif á hvatann til að sækja slíkar tegundir. Tegundir sem geta fallið hér undir eru til dæmis blálanga, sandkoli, skrápflúra og mögulega hörpudiskurinn. Lögð til orðalagsbreyting á 3. málsgrein 5. greinar og að við þá grein bætist ný málsgrein þar sem kveðið verði á sérstakt gjald sem lagt skal á gjaldskylda aðila ef hann hefur vantalið tekjur eða oftalið kostnað. Slíkt gjald skal leggja á óháð því hvort vantaldar tekjur og eða oftalinn kostnaður leiði sem slíkur til leiðréttingar á reiknistofni veiðigjaldsins. Lögð til breyting á ákvæði 3. málsgreinar 6. greinar í þá veru að frítekjumark nemi 40% af fyrstu 6 milljóna króna álagningar hvers árs. Að mati meirihlutans þarf að styrkja frítekjumarkið enn frekar og með þessari breytingartillögu sérstaklega brugðist við erfiðri rekstrarstöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem njóta ekki stærðar hagkvæmni stórútgerðarinnar en skapa mikla byggðafestu í sínu byggðarlagi. Minni útgerðir eru mun háðari afkomusveiflum og hefur það leitt til samþjöppunar og fækkunar starfa og byggðaröskunar. Einnig lögð til sú breyting að í 1. málsgrein 7. greinar verði vísað til embættis ríkisskattstjóra en frá áramótum annast það embætti innheimtu opinberra gjalda. Meirihluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð tillaga í sérstöku þingskjali sem ég mun gera grein fyrir, en undir þetta nefndarálit rita sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður atvinnuveganefndar og framsögumaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Kolbeinn Óttarsson Proppi og Njáll Trausti Friðbertsson. Breytingartillagan hljóðar svo við frumvarp til laga veiðigjöld frá meirihluta atvinnuveganefndar. Í fyrsta lagi
Við 3. grein bætist ný málsgrein svohljóðandi: Nytjastofnar sem hafa minna aflaverðmæti en 100 milljónir króna á ári samkvæmt vegnu meðaltali næstliðinna 3 ára mynda ekki stofn til veiðigjalds. Í öðru lagi við 5. grein a. Í stað orðsins óglöggar í 3. málsgrein komi ótrúverðugar. b. Við bætist ný málsgrein verði 4. málsgrein svohljóðandi: Komi ljós við yfirferð greinargerðar sem getur í 3. málsgrein að hún ranglega útfyllt þannig að tekjur eru vantaldar eða kostnaður oftalinn, skal ríkisskattstjóri leggja á rekstraraðila sérstakt gjald sem 5% af vantalinni tekjufjárhæð eða oftöldum kostnaði. Gjald þetta skal leggja á óháð því hvort vantaldar tekjur eða oftalinn kostnaður leiðir sem slíkur til leiðréttingar á reiknistofni veiðigjalds. Þá varðar engu þótt leiðrétting sé gerð síðar en tillagan gerð til ráðherra samkvæmt 4. grein. Ákvörðun ríkisskattstjóra um álagningu þessa gjalds kæranleg til yfirskattanefndar samanber lögum. Og C-liður í stað orðsins standa í 4. málsgrein komi kveðið á 3. lagi í 1. málslið 3. málsgreinar 6. greinar orða svo: Við álagningu veiðigjalds skal frítekjumark nema 40% af fyrstu 6 milljónum króna álagningar hvers árs hjá hverjum gjaldskyldum aðila. 4. lagi í stað orðsins tollstjóri í 1. málsgrein 7. greinar komi ríkisskattstjóri. Og í 5. lagi í stað tilvísunar 7. til 8. greinar í 3. málsgrein 8. greinar komi 7. og 7. grein. Og að lokum í 6. lagi skammstöfunin og fleiri fyrirsögn í 10. grein falli brott. Svona hljóðar það orð og við höfum ekki heilaga orð en ég veit að þingsalurinn telur þetta vera mjög mikilvægt og nánast heilagt en sumur verður ekki breytt þegar það gott. En það búin að vera mikil vinna og mikið samráð við hlutaðeigandi innan nefndarinnar á þessum tíma frá því að við fengum þetta mál til umfjöllunar. Og ég tel að það hafi verið mætt þeim sjónarmiðum sem komu skýrt fram varðandi áhyggjur manna af háu veiðigjaldi gagnvart þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum sem fengu á sig 2 og jafnvel 300% hækkun á fiskveiðiárinu 2017 til 2018 og það hefur valdið því að það hefur leitt til enn meiri samþjöppunar og menn margir hverjir að reyna að þreyja þorrann í vonum að þessi hluti að þeirra rekstrarútgjöldum endurspegli þeirra afkomu frekar en nú er. En í þessu frumvarpi erum við líka að afkomutengja veiðigjöldin með mjög næmum hætti. Við erum að ná fram því sem verið hefur unnið af í raun og veru alveg frá árinu 2012 þegar veiðigjöld voru sett á sem voru þá umfangsmeira en þau veiðigjöld sem voru sett á árið 2004 sem fyrst og fremst miðuðu að því að standa undir rannsóknum hjá Hafrannsóknastofnun á hafinu og lífríkinu í sjónum. En 2012 voru veiðigjöldin endurskoðun heildarlög veiðigjöld og þar var reynt að nálgast umfram hagnað í greininni. En það sem ávantaði var þetta að ná upplýsingum sem næst í tíma og að geta þá lagt á afkomutengt veiðigjöld að veiðigjöldin geti bæði sveiflast til, hækkað eða lækkað miðað afkomu greinarinnar hverju sinni. Og með því að draga þetta svona saman að upplýsingar aflaverðmæti komi frá Fiskistofu og að ríkisskattstjóri fái á sérstöku blaði upplýsingar
hag sjávarútvegsfyrirtækjanna, afkomu þeirra, að þá hægt að leggja á og reikna út og finna út reiknistofn fyrir hverja tegund, afkomu hverja tegundar, sem síðan meðaltal heilt yfir og álagning 33% á þann reiknistofn verður síðan álagning almanaksárið þar á eftir. Þá mun ríkisskattstjóri leggja það til síðara hluta árs við ráðherra miðað við þær upplýsingar sem búið að vinna úr þessum upplýsingum sem kallað eftir. Ég held að allir flokkar hafi talað það að afkoma tengja veiðigjöld sem mest í rauntíma og við erum komið þangað. Síðan það pólitísk ákvörðun hverju sinni hvort við höfum það 33% af reiknistofni eða meira eða minna. Það verður alltaf pólitísk ákvörðun. En aðferðafræðin sem slík tel ég vera komin á þann stað að við ættum, hvar í flokki sem við stöndum, að geta skrifað upp á það ef við viljum hafa afkomutengt veiðigjöld, þá erum við búin að nálgast það eins og hægt í rauntíma miðað við afkomu greinarinnar. Síðan það annar handleggur að þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki eru stödd annars staðar en heldur en þessi stærstu fyrirtæki sem hafa miklar aflaheimildir á sínum snærum, og þess vegna höfum við lagt til meirihluta atvinnuveganefndar að mæta þeim með þessum auknu frítekjumörkum og þrýsta þeim afslætti neðst sem nýtist þá best þessum litlu og meðalstóru og kemur þeim til góða og mun skipta þá verulega miklu máli. Og fékk nefndin að heyra það á fimmtudaginn var hjá Landssambandi smábátaeigenda sem voru mjög sáttir við þessa aðferðafræði, að það væri verið að þrýsta stuðningi til þeirra sem virkilega þyrftu á því að halda og myndi létta á mörgum þeirra áhyggjum sem sá ekki fram á rekstrargrundvöll miðað við óbreytt veiðigjald. En þar sem að þetta hefur verið unnið mjög vel að mínu mati, þá ég auðvitað bara mjög undrandi yfir því að hér liggur fyrir að vísa málinu frá, vísa málinu af dagskrá og leggja til að óbreytt veiðigjald verði á næsta ári, að við búum við sömu lög sem við erum búin að sjá að eru meingölluð, byggja á upplýsingum 2 til 3 ára upplýsingum, og eins og þetta líti út ef að þessu máli yrði bara vísað frá, að þá erum við að tala að á næsta ári, almanaksári, að þá getur veiðigjöldin verið 12,5 milljarður, og þá held ég nú að það hrikti í stoðu margra byggðarlaga sem eiga það undir að standa undir þeim veiðigjöldum, þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki. Svo árið á eftir að þá getur veiðigjöldin dottið niður í 2,5 milljarð eða minna með afkomutengingu 2-3 ára aftur í tímann. Það þetta sem menn vilja? Eða að flagga því í breytingartillögu að ætla að fara að gjörbreyta fiskveiðistjórnarkerfinu í breytingartillögu við veiðigjöldin? Að þetta óskiljanlegt hjá þingmönnum, háttvirtum þingmönnum sem talað hafa fyrir að það sé mikilvægt að hafa samráð og að byggja á góðum undirbúningi við alla aðila sem hlut eiga að máli og samráði innan þingsins, að ætlast til að ef að dagskrártillagan verður ekki samþykkt að vísa málinu frá, að þá geri ég ráð fyrir að þeir sem lögðu fram þessa breytingartillögu ætla að samþykkja þetta frumvarp með þessum breytingum. Og hvar þá samráðið? Hvar allt samráðið þar? Hvar eru vönduðu vinnubrögðin þar? Hvað eru menn að tala þar? Þetta popúlismi nú út í eitt? Eða hvaða ábyrgð þarna bakvið að henda svona fram? Að í veiðigjöldum ætli menn að fara að breyta í raun og veru lögum stjórn fiskveiða? Ætla menn að gera það bara svona milli 2. og 3. umræðu? Ég skil ekki svona vinnubrögð og málflutning hjá fólki sem ég hefði talið að ætti að sýna ábyrgð og talar og kallar eftir ábyrgð í þessum málaflokki gagnvart öðrum sem hafa reynt að vinna þetta mál
mjög vel og kallað inn alla þá sem hefur verið beðið til að fjalla þetta mál og unnið það með fjölda aðila og fengið fjölda umsóknir. En nú án þess að það sé neitt verið búið að kalla eftir samráði umsögnum eða eitt eða neitt, að nú á að fara eftir blautum draumum Viðreisnar og Samfylkingar að fara að bjóða allar aflaheimildir upp á næstu 20 árum. Og Pírata. Að þetta eru nú frjálshyggjuflokkarnir sama komnir í einn kór. Að þetta mér ólíkindum. Ef þarna ekki verið að hygla stórútgerðinni með að fara í þetta uppboð sem mun bara leiða til enn meiri samþjöppunar á örfáum árum, ef þarna ekki verið að hygla stórútgerðinni hjá svokölluðum vinstriflokki Samfylkingu og hjá nú Pírötum sem vilja hvorki verið til hægri en vinstri, en Viðreisn, hún gengur alltaf grímulaust fram og fær aðra til liðs við sig. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni fyrir yfirferðina á nefndarálitinu. Það eru nokkrar spurningar sem vakna við þessa yfirferð. Ég ætla fyrst að leyfa mér samt að segja það að mér finnst ekki vera mikil innistæða fyrir öllum fagurgalanum sem kemur fram í ræðu hjá hv. þingmanni. Þar sem að það er sjálfsögðu ljóst að þær breytingartillögur sem hér eru lagðar fram af hálfu meirihlutans rauninni staðfesta það að áfram það nú stórútgerðin sem kemur hvað best út og það náttúrulega bara augljóslega vilji meirihlutans. Það ekki verið að hjálpa þessu stóra hópi sem kallast litlir og meðalstórir aðilar í útgerð. Það er verið að hjálpa þeim allra minnstu sem í sjálfu sér alveg ágætt. Mig langar að spyrja hv. þingmann, hver eru áhrifin á einstaka útgerðarflokka? Var það reiknað út? Hver eru áhrifin á einstaka útgerðarflokka var þetta? Hækkar eða lækkar heildarinnheimta veiðigjalda við þessar breytingar? Hækkar eða lækkar heildarinnheimta veiðigjalda? Hefur meirihlutinn látið meta hvaða áhrif þetta kann hafa fjárfestingar í greininni þar sem þessar aðferðir sem þarna eru nýttar? Og eins var þetta samþjöppun. Mun það draga eða auka samþjöppun í greininni? Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Við fengum á fund okkar á gærmorgun Landssamband smábátaeigenda sem lýsti því yfir og hefur tekið saman að þetta hefur mjög jákvæð áhrif á þá sem eru í krókaaflamarkskerfinu og þetta þrýstir þessum afslætti niður og skiptir miklu máli að það eru allir sem eru að fá þarna hærri hámarksafslátt heldur en var og það nýtist öllum litlum og meðalstórum útgerðum. Og við vitum að það er bráðabirgðaákvæði fyrir veiðigjöld næsta ár sem inni í þessu frumvarpi sem byggist á meðaltali síðustu 3 ára og miðað við afkomuna þá. Og þar veiðigjaldið á þorski til dæmis að lækka úr einhverjum tæpum 24 krónum í 13,8. Svo að vissulega mun þetta styðja mjög vel við þessa litlu og meðalstóru útgerðir sem eru þarna í millistærð. Síðan árið 2020 mun þessi næma afkomutenging vera og það held ég að komi þeim til góða. Og andsvar veitir öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, fyrir það sem greiðir 10 milljónir í veiðigjald skiptir þetta töluvert miklu máli, fyrir það sem greiðir 100 milljónir í veiðigjald skiptir þetta miklu minna máli. Ég spyr því aftur, var þetta metið og lagt niður á einstaka útgerðarflokka, þar sé áhrifin? Hefur eða hækkar eða lækkar heildarinnheimta veiðigjalda eftir þessar breytingar meirihlutans? Í þriðja lagi, var það skoðað sérstaklega áhrifin á fjárfestingar í greininni? Mun þetta draga úr eða hvetja til þess að einstaklingar sem útgerð fjárfesti áfram í greininni? Og nota bene, það líklega hvergi jafn mikil nýsköpun á Íslandi nokkur atvinnugreinar sem sjávarútvegi. Fór meirihluti það að meta hvort að þetta myndi draga úr eða hvetja til aukinnar samþjöppunar? Það að segja, reiknum er dæmi til enda. Mun þessi breyting skipt svo miklu máli að þetta mun draga úr þeirri samþjöppun sem hv. þingmaður virðist hafa áhyggjur af.
Það er fullt af öðrum spurningum sem að vakna þegar maður hlustar á hv. þingmann fara yfir nefndarálitið. Kem þeim ekki að hér, mun gera það í ræðu minni síðar. En hér eru 3-4 spurningar sem að ég hef spurt nú í tvisvar hv. þingmann út í svör. Og andsvari svarar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, þetta mun draga úr samþjöppun. Allar þær upplýsingar sem við höfum fengið frá Landssambandi smábátaeigenda og útreikningar frá ráðuneytinu sýnir að það kemur þessi afsláttur, aukni afsláttur kemur best þessi greiða undir 10 milljónum í veiðigjöld. Og þar virkilega að mæta. Þeir sem eru að greiða kannski 100 milljónir veiðigjöld fá þetta alltaf þennan fasta afslátt sem að hækka úr rúmi 1.500.000 króna að hámarki í dag í 2,4. Og þegar að við erum búin að tengja veiðigjöldin þegar koma til framkvæmda 2020 að þá mun þetta vera það næmt á aflaverðmæti og afkomu hverrar tegundar að það mun nýtast öllum, hvort sem það er millistærð, litlir eða stærri, þá eru menn bara að borga miðað við aflaverðmæti hverrar tegundar hverju sinni og það hlýtur að vera það sem við viljum sem þjóð að fá sanngjarnt veiðigjald frá öllum, burtséð frá því hvort menn séu stórir, meðalstórir eða litlir, en við tökum tillit til þessara sem eru minnstir í greininni, sökum þeirra stöðu. Og þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég er nú búin að upplifa eitt og annað í þessum þingsal í næstu 20 ár. En ég held að rödd sérhagsmunaafla hafi nú ekki hljómað jafn skýrt eins og bara hér áðan úr ranni formanns nefndarinnar og þeir fyrsta flutningsmanns meirihluta álits. Það verður að segjast alveg eins og er. Mér langar að spyrja, hvað liggur á? Hvað liggur á? Það er lækkandi gengi, það er lækkandi olíuverð, útgerðin stendur alveg þokkalega og vel það. Hvað liggur á? Af hverju var ekki hægt að nýta tíma betur og fara í samráð þvert á flokka? Það var ekki gert. Af hverju var það ekki gert? Hvað liggur á? Mig langar að spyrja hvað liggur meira á, til dæmis heldur en að uppfylla loforð gagnvart eldri borgurum og öryrkjum. Af hverju þarf útgerðin að ganga fyrir eldri borgurum og öryrkjum? Það eru 2 dagar síðan að ríkisstjórnarflokkarnir samþykktu hér á þingi breytingartillögur í þá veru þar sem að framlög til eldri borgara og öryrkja voru lækkuð. Og þessi spurning mín er mjög einföld. Hvað liggur á? Á hverju á að taka útgerðina fram yfir eldri borgara og öryrkja? Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það er mjög sérstakt að hv. þingmaður leggi þessa 2 hluti að jöfnu. Það er mjög ómerkilegur málflutningur finnst mér. Þetta er ekki neitt sem á að leggja jöfnu og með sinni tillögu sem hér er frá hv. þingmanni og fleirum, þá er verið að hygla þeim ríku að bjóða upp á það, markaðsleiðina, setja allt á uppboð, þeir ríkastu hafa mestu möguleika, mest aðgang að fjármagni og þjappar áfram þessum aflaheimildum saman. Það er verið að hygla þessum ríku og hver er hagsmunagæsluaðili fyrir þessa ríku í þessum þingsal? Það hljóta að vera þeir 3 flokkar sem sameinast það að fara að setja hér fram arfavitlausa breytingartillögu breytingu á fiskveiðistjórnarlögum inn í veiðigjaldaumræðu. Að þetta er með ólíkindum að menn séu að gera þetta. Það er bara verið að tala uppboð á aflaheimildum og hvar standa þá þeir? Það er ekki eins og að tala að ríkissjóður eiga að fá þetta. Það er að tala einhver óljósan sjóð út á landi sem ekki er nein stjórnsýsluleg staða fyrir. Ríkissjóður á ekki eins og að fá veiðigjöld hjá þessu fólki. Tökum afsláttina stórútgerðina. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk, þau eru knöpp. Til máls tekur og veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil biðja þingmenn að taka eftir því það var ekki spurningunni, þessari einföldu spurningu var ekki svarað. Hvað liggur á? Hér var andsvar notað í einhverja þvælu, það er greinilegt að hv. þingmaður skilur ekki tillöguna og þess þá heldur hljótum við að hafa varan á þegar allar þessar tillögur meirihlutans eru settar fram. Ef að hv. þingmaður skilur ekki einfalda tillögu frá minnihluta í þinginu og við förum yfir þá eftir. En spurningunni er ekki svarað. Hvað liggur á?
Og auðvitað spyrjum við sjálf okkur með sósíalista við borðsendann eins og Vinstri græn hafa ítrekað sagt og verið stolt af sósíalisti við borðsendann. Skilðu vel, hvert erindi Vinstri grænna í ríkisstjórn? Annað heldur en að ýta í gegn frumvarpi sem í þágu útgerðarinnar, frumvarpi sem fyrst og fremst beinist að því að lækka útgjöld á útgerðina tæpa 4 milljarða en á meðan eru eldri borgarar og öryrkjar látnir bíða. Og það sama hvað menn segja, það eru 2 dagar síðan að meirihlutinn samþykkti hér lækkun á útgjöldum til eldri borgara. Menn geta ekki verið að segja að það sé ekki rétt. Þannig það, kæru vinir, þannig það, horfist í augu við þetta og ég spyr enn og aftur og ítreka spurninguna sem hv. þingmaður hlýtur að skilja, hvað liggur á? Ég get stafað þetta á eftir. Forseti biður hv. þingmenn að halda sæmilega ró sinni og tímamörk, þau eru knöpp. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir og svarar andsvari síðar að sinni. Já, herra forseti, það spurt hvað liggur á. Háttvirtur fyrrverandi sjávarútvegsráðherra ætti nú að vita það að lög veiðigjöld renna út á áramótum. Það liggur nú bara það á að við ætlum að innheimta hér veiðigjöld á næsta ári til þess að mæta stórauknum útgjöldum í heilbrigðismál til öryrkja og aldraðra. Ætlar hv. þingmaður að láta bara lögin renna út og ekki að rukka stórútgerðina ekki neitt? Mánuður. Hvað er hv. að sýna í þessara umræðu hérna? Bara beint ofan í það að það á að horfa til þess að það á að bjóða út aflaheimildir með tillögu sem enginn skilur. Ég efast að hv. þingmaður skilji þessa tillögu sjálfur, að á allt í einu án alls undirbúnings að henda á að birta hér einhverri tillögu sem á að gjörbylta öllu fiskveiðistjórnarkerfinu og valdaframsal ríkisins í fjárlögum. Það bara sett sér svona eina litla breytingatillögu. Ég held að menn ættu nú að sofa aðeins betur á þessari tillögu án þess þeir að fara að hrópa fyrir hvað hún er frábær. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Og þá veitir andsvar, já. Hv. þingmaður. Herra forseti, það verður nú kannski einna messu virði að eiga orðastað við hv. formann atvinnuveganefndar þá furðu tillögu sem liggur hér fyrir frá meðal annars hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem ætlar að fara svona 30–40 ára aftur í tímann og búa hér til millifærslusjóði, líklegast millifærslusjóði sem að stjórnmálamenn við eða einhverjir aðrir eigum að deila út lífsins gæðum, en látum það liggja á milli hluta. Ég hef meiri áhyggjur af litlum og meðalstórum útgerðum sem að ég veit að hv. formaður atvinnuveganefndar ber mjög fyrir brjósti. Og mín spurning eru þær tillögur og liggur það fyrir að þær tillögur, breytingatillögur sem meirihluti atvinnuveganefndar að gera varðandi frítekjumark og það nemi 40% af 6 milljónum til þess fallnar að styrkja byggðir, hinar dreifðu byggðir út á landi. Getur formaður fullyrt það hér í ræðustól? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég viðurkenni það vel að ég sem þingmaður hérna til tæpra 10 ára hef haft byggðamál í forgang hjá mér. Mér finnst að þau sjónarmið þurfi að heyrast. Þessar veiku byggðir vítt og breitt landið hafa ekkert allt og marga málsvara og þess vegna hef ég ansi mikið einbeitt mér af því að vera með landsbyggðargleraugun, sama hvort það eru bændur, sjómenn, verkafólk eða hverjir sem það eru, og þess vegna hef ég talað fyrir því að hækkun frítekjumarks á veiðigjöld skipti miklu máli. Það kom fram hjá Byggðastofnun og fleiri landshlutasamtökum sem komu fyrir nefndina og frá þessum sveitarfélögum sem litlar sjávarbyggðir eru að hækkun og styrking frítekjumarks kæmi þessum litlu og meðalstóru fjölskylduútgerðum langbest. Og þess vegna
sameinuðumst við það að gera þessar breytingar sem ég fullyrði að hefur jákvæð áhrif fyrir byggðirnar. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. formanni atvinnuveganefndar fyrir svarið. Ég er líka að velta fyrir mér annarri breytingartillögu sem að meirihluti atvinnuveganefndar er með, og það er að leggja ekki á gjald á ýmsa stofna, nytjastofna, blálöngu, sandkola, skrápflúru sem ég veit nú ekki einu sinni hvernig lítur út, en látum það nú liggja milli hluta. Af hverju er þetta gert og hverjir eru það sem eru að nýta þessar fisktegundir? Eru það kannski akkúrat þessar litlu útgerðir og er þetta þá einhvers konar viðbótarbúbót fyrir þessar litlu útgerðir, trillukallana, smábátasjómennina, þannig að það er verið að byggja enn frekar undir fyrir utan frítekjumarkið ef að það nær fram að ganga í þá átt sem að meirihluti atvinnuveganefndar leggur til. Og þá svarar andsvari síðara sinni Lilja Magnúsdóttir Rafney, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, herra forseti. Já, þetta var þó nokkuð til umræðu. Þessar tegundir sem vigta ekki mjög þungt í heildarsamhenginu eru svona hliðartegundir og ná ekki að meðaltali aflaverðmæti 100 milljóna króna. En skipta máli í stóra samhenginu líka fyrir þessar litlu og meðalstóru útgerðir að það sé hvati til að veiða þessar tegundir og líka að koma í veg fyrir brottkast, að það skiptir máli að þær séu veiddar þessar tegundir, og það hefur verið fæling frá því að veiða þær þegar veiðigjaldi hefur verið það hátt að það borgar sér hreinlega ekki að koma með þessar tegundir að landi. En þessar tegundir skipta máli í því samhengi að nú er þá verið að ýta undir það að menn geti nýtt sér að veiða þessar tegundir á þessum litlu og meðalstóra bátum og þeir sem fá þetta í meðafla og koma með þetta landi, og þar með er það þetta mikilvægt upp á að við séum ekki með óbeinum hætti að ýta undir brottkast. Og þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég tel að hér séum við að ræða frumvarp þar sem að verða mikil tímamót við stjórnsýslu og aðferðafræði við útreikning veiðigjalda, þar sem útreikningar færast nær í tíma en verið hefur og álagning og innheimta verður þá í betra samræmi við afkomu á hverjum tíma. Þetta hefur verið markmið stjórnvalda nokkuð langt skeið og meðal annars til að mæta litlum og meðalstórum útgerðum sem eiga erfiðara með að mæta sveiflum í afkomunni heldur en stærri fyrirtækin. En þá aðeins að aðstæðum varðandi uppsjávarfisk. En útreikningar hafa verið með öðrum hætti í botnfiski heldur en uppsjávarfiski því að þar er verðmyndunin með öðrum hætti. Þetta hefur verið viðurkennt frá 2012. Í frumvarpinu er gerð ráð fyrir breytingum aðferðafræði við útreikninga og mér langar að beina þeirri spurningu til hv. þingmanns hvort að komið hafi fram gagnrýni á þessa breytingu og hvort að óvissa ríki áhrifinni. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Já, við fjöllum þó nokkuð þetta, bæði það hvað þetta þýddi að vera með 10% álag á uppsjávargeirann á reiknistofninn og að vera með 10% í frádrag frá frystiskipunum eins og kemur hér fram. Og þegar að í þessu frumvarpi vinnsluhlutinn er tekin út, að þá urðu breytingar í þá aðferðafræðinni og
það kom gagnrýni á þetta, hvað þetta þýddi, en við teljum að við höfum fengið mjög greinargóð svör og útskýringar á því hvað þetta þýddi. Þetta væri ekki verið að breyta neinu frá því sem verið hefur, einungis að stilla af þar sem samþætt vinnsla og veiðar væru undir sama aðila eins og hjá uppsjávargeiranum. Þetta þýddi í raun ekki nein hækkun, heldur bara væri þetta 10% álag af því að vinnsluhlutinn í heild sinni tekinn út úr útreikningum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og vil þá beina þeirri spurningu til hv. þingmanns hvort sérstaklega verði fylgst með áhrifum af breyttri aðferð í framhaldinu. Og á þessum tímapunkti auðvitað ástæða til að hafa áhyggjur af vísbendingum verulegan samdrátt í uppsjávarveiðum, sérstaklega úr makríl- og loðnustofninum, því að þar eru vísbendingar að veiðistofninn verði verulega minni á næsta ári og næstu árum. Þannig að ég held að sé svona sérstök ástæða til að fylgjast jafnhliða með hvaða áhrif þá breytingin á útreikningu á veiðigjaldi hefur á sama tíma. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það kom í raun og veru gagnrýni á báða bóga. Þeir sem eru í stórútgerð í bolfiskgeiranum telja að uppsjávargeirinn sé ekki að borga nægilega hátt veiðigjald miðað við sína afkomu og áhyggjur komu á uppsjávargeiranum að það væri með þessu 10% álagða reiknistofn verið að leggja á þær greinar uppsjávargeirann of há veiðigjöld. Og við fengum auðvitað þessa sérfræðinga úr ráðuneytinu til að fara yfir þetta og ég var alveg sannfærð að þetta ekki nein breyting frá því sem verið hefur með aðkomu að veiðigjaldi eða nálgun á veiðigjaldi gagnvart þessum tveim hlutum eins og frystitogurum og uppsjávargeirunum. En ég tel bara mikilvægt og mun alveg fylgja því eftir að þetta verði bara skoðað miðað við reynsluna og reynt að fá það algjörlega hreint að báðir aðilar séu að borga miðað við þeirra raunverulega afkomu í rauntíma. Andsvörum lokið. Háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Það rétt, forseti vill leiðrétta. Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, hérna í þessu máli sem var tekið með handafli í andstöðu við minnihlutann sem óskaði eftir að fá að ræða breytingartillögur meirihlutans í málinu við þá hagsmunaaðila sem málið varðar. Nei, meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar raðaði sér 5 inn og tók málið út þrátt fyrir þessa ósk atvinnuveganefndar. Það er víst rétt og það er bara skjalfest. 5 menn tóku það út, það var búið að biðja og bóka að fá að tala við hagsmunaaðila þessar breytingartillögur sem meirihlutinn gerði. Samt að málið tekið út. Þar á undan var málið ekki í samráðsgátt ríkisstjórnarinnar. Þetta allt saman bara reynt að fljúga þessu undir radarinn og svo nú hér raða meirihluta þingmenn sér í andmæli við formann nefndarinnar. Andsvör við formann nefndarinnar og taka rétt á okkur hinum til þess að geta átt málefnalega umræðu í þingsal við formann nefndarinnar. Eftir allt þetta ekki góð vinnubrögð. Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil taka undir þetta. Hvurslags vinnubrögð eru þetta og hvurslags skilaboð eru þetta frá stjórnarmeirihlutanum samvinnu og samstarf, hvort sem í nefndinni eða í umræðum hér í þingsal. Málið rifið út í ósætti í atvinnuveganefnd og svo þegar formaðurinn flytur hér breytingartillögurnar og nefndarálit sitt, þá raða stjórnarliðar sér í andsvör.
og þetta eru alveg skýr og klár skilaboð frá stjórnarmeirihlutanum hvað? Samstarfsvilja? Er þetta sáttartónn? Ég á bara ekki orð yfir þessari framkomu. Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fundarstjórn forseta. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, háttvirtur þingmaður, fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég vil taka undir þetta. Þetta alveg ótrúlega skringilegt í þessu mikilvæga máli að þá mikilvægt líka að þingheimur og sérstaklega stjórnarandstaðan, og það viðtekin venja í stórum miklu málum, þá fær stjórnarandstaðan að spyrja framsögumann meirihluta í stórum miklu málum. Ekki nema menn sé að fela eitthvað. Ekki nema menn vilja komast hjá óþægilegum spurningum sem síðan ekki svarað, eins og var áðan í mínu tilviki. Það var ekki neinni spurningu svarað. Við hvað eru menn hræddir? Af hverju mega ekki til dæmis fulltrúar í nefndinni í stjórnarandstöðu eiga möguleika á að fara í andsvör út af gölnu nefndaráliti meirihluta nefndarinnar og spyrja einfaldra spurningar? Ég spyr enn og aftur, við hvað eru menn hræddir? Og þetta eru óboðleg vinnubrögð. Undirstrika það að það var markvisst sneitt fram hjá samráði, markvisst sneitt fram hjá samtali sjávarútveginn í þessu. Það hefur ekkert verið gert til þess að reyna að koma til móts við eðlilegar raddir. Og við munum fara yfir okkar tillögur á eftir, en mér finnst þetta ekki boðleg vinnubrögð og þetta veit ekki á gott í umræðu þetta mál. Þá hefur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég kem hér upp til þess að lýsa furðu minni yfir þessum vinnubrögðum, þar að segja að andsvörin sé ekki raunverulega nýtt til þess að ræða málin, heldur röðuðu stjórnarliða sér hér upp. Ekki það, ég hef fullan skilning á því út af því að ég sjálf tiltölulega ný þingmaður, reyndar sem að háttvirtur þingmaður Lilja Rafney reyndar ekki, en það fátt sem ég óttast meira svo ég sé bara heiðarleg hér í ræðustól heldur en andsvörin, út af því að þau geta verið snúin, þannig ég skil vel að Lilja hafi fagnað því að stjórnarliðar spyrði bara hér. Þá hefur Þorsteinn Víglundsson, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, þessi vinnubrögð meirihlutans koma kannski ekki sérstaklega óvart. Það er búið að keyra þetta mál í gegn á einhverjum ofurhraða án nokkuð samráðs. Formaður nefndarinnar gat ekki svarað einni einustu spurningu sem til hennar var beint af hálfu minnihlutans. Það er kannski ekki skrítið að meirihlutinn hafi ákveðið að fylgja sér í andsvörin við formannin til þess að lenda ekki í fleiri vandræðalegum uppákomum þar. En þetta er til marks eitt einfalt. Meirihlutinn einfaldlega skammast sín fyrir þá skýru forgangsröðun sem kemur fram í þessu máli. Hér erum við að ræða neyðarreddingar fyrir útgerðina til þess að lækka veiðigjöldin 4 milljarða og það eru eldri borgarar og öryrkjar sem borga reikninginn. Forseti vill leiðrétta, háttvirtur þingmaður 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, en háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, hefur óskað til að taka til máls fundarstjórn forseta. Forseti, hér kemur formaður atvinnuveganefndar upp og fabulerar einhverja vitleysu breytingartillögu minnihlutans. Og í stað þess að við fáum hérna í stjórnarandstöðunni að koma upp í andsvör og mögulega taka á þessari vitleysu, að þá bara raða stjórnarliðar hér sér upp í andsvör. Þú veist, til hvers erum við hérna ef að stjórnarandstaðan á ekki að fá tækifæri til þess að eiga í málefnalegum umræðum svo mikilvægt mál við formann nefndarinnar? Þá hefur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek, óskaði til að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, nú er málþóf fyrirbæri sem þekkist í mörgum þingum og margir telja það alveg vera lýðræðislegt þannig séð. Eitt mjög skýrt einkenni málþófs er það þegar pólitískir samherjar koma upp og taka allir málsvörnin, taka undir þann málflutningi sem það er. Það sést alltaf þegar málþóf er stundað.
Ég verð að lýsa ákveðnu furðu minni að stjórnarflokkarnir hafi hér ákveðið að byrja að stunda málþóf í ein máli strax eftir fyrstu ræðu í annarri umræðu, vegna þess að hver annar tilgangur með þessu heldur en að taka tíma þingsins í hluti sem ekki ástæða til að taka tíma þingsins í. En ef málþóf það sem menn vilja, þá geta alveg fengið það og ég nokkuð viss það að það góður meðbyr hér í salnum í þá afgreiðslu málsins ef áhugi fyrir því slíku. Það hefur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, óskaði eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, það er athyglisvert að fulltrúi hinna nýju stjórnmála, hv. þingmaður Pavel Bartoszek, standi hér keikur og lýsi yfir að menn geti bara farið í málþóf. Málþóf illskilgreinilegt hlutverk. Mér finnst eðlilegt að mála þessari stærðargráðu fái töluverða umræðu hér í þingsal og enda hélt ég að við værum að hefja þá umræðu. Það búin ein ræða af væntanlega töluvert mörgum. Það ekki, ég hygg að hv. stjórnarandstæðingar muni fá mýmörg tækifæri í þessari umræðu til að spyrja okkur stjórnarliða út í frumvarpið, til að lýsa yfir sinni skoðun, til að fara yfir sínar breytingartillögur. Ég vil, virðulegur forseti, mótmæla þeim orðum sem hér voru viðhöfð að þetta mál hefði verið rifið út með einhverju ofbeldi og ætti að koma mönnum óvart úr hv. atvinnuveganefnd. Það var rætt það á fundi forseta með þingflokksformönnum á mánudegi að málið á dagskrá þingsins á þriðjudegi. Þar með átti öllum þingheimi að vera ljóst að ætlunin var að taka málið út. Afsakið, það á dagskrá í vikunni. Þannig var öllum hv. þingheimi ljóst að málið yrði tekið út. Þá hafa einfaldlega þingflokksformenn ekki komið þeim skilaboðum á framfæri. Hljóð í þingsal. Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, þetta er svolítið sérkennileg uppákoma. Auðvitað það þannig að þegar að stjórnarmeirihlutinn hefur svona kannski slæma samvisku þá hennar að fá sitt fólk til að komast í andsvör til þess að svona styrkja hvort annað. Og þetta er svolítið sérkennilegt að sjá núna hér sjávarútvegsráðherra hvísla í eyrun á formanni atvinnuveganefndar hvernig hlutin eiga að vera, en þannig er nú þetta nýja lífvíst hérna í þinginu. Ég hins vegar vek athygli á því að það er svolítið sérstakt að þessi andsvör séu teppuð með svona meðsvörum í svona máli eins og þessu. Þetta er svona eiginlega eins og sé verið að klappa fólkinu fyrir að hafa unnið vinnuna sína þokkalega af samfélögum sínum í ríkisstjórn. En við förum bara í þessu umræðu hér eftir og tökum hana snarpa og góða, en þetta er eitthvað fórst sem ég held við ættum að skoða hvort að við þurfum að breyta eitthvað þessu fyrirkomulagi varðandi andsvörin. Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson hefur óskað eftir að fá að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, það er merkilegt að verða vitni að því að þingflokksformaður Miðflokksins hafa mótið því að menn talið saman og ráðist hluti. Það er að vísu miklu þægilegra að ráðgast við formann hv. atvinnuveganefndar heldur en þingflokksformann, þó ekki væri fyrir nema það þingflokksformaðurinn er bustakliptur og erfiðar að lúta í eyra hans. Þannig að hlutirnir séu bara á hreinu. Ég vil nefna það hérna þegar menn að tala skamman fyrirvara á umræðuna og þetta sé rifið út úr nefndinni. Það var boðað hér í vor að það kæmi fram frumvarp til nýrra veiðigjalda í haust. Ég skilaði það með málinu til atvinnuveganefndarinnar fyrir 2 mánuðum síðan. Þingið er búið að setja með þetta mál í 2 mánuði. Það kann mönnum að þykja skammur tími. Ég bara bend á það að stærri mál heldur en þetta hafa verið afgreidd á undraskömmum tíma og miklu skemmri tíma heldur en hér liggur undir. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég bara minna hv. stjórnarliða á það, og sér í lagi hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins, að þegar það er fundnar upp nýjar leiðir til þess að ýmis stjórnardagskrárðu umræðu, það man fólk það alveg. Ég ætla að minna sérstaklega á fjárlagaumræðuna 2012.
þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í stjórnarandstöðu, þá var fundin upp leið til að hafa áhrif á dagskrá sem síðan hafði lengri áhrif inn í framtíðina. Núna höfum við lokið 2. umræðu fjárlög sem betur fer. Ég bara minna á það, þegar það er fundin upp eitthvað svona nýtæki til þess að stjórna dagskrárumræðunni, þá er það munað, því miður. Og ég frábið mér allt tal frá hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins virðingu Alþingis þegar kemur að því að þaðan koma uppfinningar eins og það sem við erum líklega að sjá hérna, og sér í lagi það sem við sáum 2012 í fjárlögum. Það liggur fyrir að gestir eiga eftir að koma fyrir nefndina. Það liggur fyrir að málið var tekið út úr nefnd. Það liggur fyrir að það var ósætti það. Þetta sýnist mér vera staðreyndir sem enginn er ósammála og það ætti alveg að duga til þess að fólk kvarti hér yfir því að fá síðan ekki tækifæri til þess að ræða við hv. formann nefndarinnar í andsvörum. Það er ekkert svona flókið. Hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason, hefur óskað eftir að fá að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég vil segja það að ég tel þessar athugasemdir minnihlutans hér vera einu ólýðræðislegu athugasemdir sem hirtu þessum ræðustól lengi. Það að fulltrúar hér á Alþingi vilji fá að spyrja formann atvinnuveganefndar út í nokkur atriði máli sem við erum að fara að greiða atkvæði hér í ræðustóli Alþingis sem fer svo í gögn Alþingis sem þingskjöl og hluta af málsgögnum, að það sé út af því að hv. atvinnuveganefndar sé hræddur. Hvers lags málflutningur er þetta? Ég skil ekki þessu ólýðræðislegu athugasemdir. Ég vil benda á það að báðir þeir þingmenn sem kom tilheyra stjórnarmeirihlutanum og spurðu hv. þingmann Lilju Rafneyju Magnúsdóttur hér úr eru hvorug í atvinnuveganefnd. Þau hafa bæði áhuga á þessu máli og vilja vita ýmsar spurningar á þeirra greiða atkvæði þetta, og þetta er talið vera hræðsla formanns atvinnuveganefndar. Hvers lags dónaskapur er þetta? Hv. 3. þingmaður Norðvesturlands, Lilja Rafney Magnúsdóttir, hefur óskað eftir að fá að tjá sig fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég skal lofa þingheimi því að það er enginn hægt öðru en ég kom aftur í ræðu, og þá bara treysti ég því að allir sem vilja við mig tala komi í andsvör, og ég skal bara halda jafnmargar ræður, og er það búið að mæta því að hv. þingmenn geti spurt með spjörunum úr. Það er bara meira velkomið. Ég hræðist það ekki. Enda hef ég svo góða samvisku yfir þessu máli, og ég veit það að þeir þingmenn sem sitja í atvinnuveganefnd, hv. þingmenn, þeir vita vel að það er búið að vinna mjög vel að þessu máli í 2 mánuði í atvinnuveganefnd með 11 fundum frá 25 aðilum, þar sem fjölda manns kom frá sumum aðilum, svo þarna eru yfir 100 gestir sem hafa komið, og það var látið vita því með viku fyrirvara hvenær stæði til að taka málið út. Það var engar óskir þá viðbótargesti, það var búið að uppfylla allan gestalistan og fara allar umsagnir, og það var orðið við því að fá aftur gesti eins og SFS og LS á fimmtudaginn í gær. Svo að ég er bara með svo góða samvisku að mér finnst bara leitt hver stjórnarandstaðan er fúl svona í morgunsárið. Og þá hefur hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, ríkisstjórnin sem nú situr hefur með sér sáttmála það hvernig hún vill haga störfum sínum. Þar eru margir mjög áhugaverðir hlutir og margt þar til mikillar fyrirmyndar. Ég myndi vilja hvetja stjórnarliða til að lesa nokkrar setningar úr stjórnarsáttmálanum, til dæmis þessa: allar áætlanir sem eiga að halda til lengri framtíðar þarf að gera í auknu samráði og með bættum samskiptum. Fyrirkomulag og gjaldheimta af sjávarútvegi er nú eitt af því sem ég hefði haldið að myndi nú falla undir þennan flokk. Þá segir líka, með leyfi forseta: það er vilji flokkanna sem nú taka þátt í samstarfi ríkisstjórn og eflingu Alþingis
að nálgast verkefnin með nýjum hætti í þágu alls almennings í landinu. Ég held að væri líka alveg ágætt að lesa þessa setningu aftur og haga sér kannski aðeins í betra samræmi við þessar 2 setningar til dæmis sem ég las upp. Þá hefur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, óskað eftir að taka til máls sama efni fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, með nýjum hætti. Það nefnilega dálítið nýr háttur greinilega á hérna, þar sem að þingmenn ríkisstjórnarinnar fara í óundirbúnar fyrirspurnir við ráðherra sem óundirbúnar fyrirspurnir. Og núna til viðbótar einmitt í andsvör við í rauninni meirihluta þingmenn sem að ekki, ég man ekki eftir að hafa gerst neitt svona oft og allavega ekki í framsögu. Það ákveðið hlutverkaskipting hérna, þar sem að stjórnarminnihlutinn í eftirlitshlutverkinu frekar heldur en þingmenn meirihlutans. Við vitum það alveg. Þingmenn eru að sjálfsögðu bara bundnir sín eigin sannfæringu upp á það að gera og allt í góðu með það. En það ákveðin hefð sem verið að brjóta hérna í þessu sem hefur ekki gerst áður sem var bent á hérna áðan. Aðeins meira úr ríkisstjórnarsáttmálanum. Auk þess vilja ríkisstjórnarflokkarnir ýta allnokkrum verkefnum úr vör með þverpólitískri nálgun og tryggja þar með betur en venja að sú fjölþætta þekking og reynsla sem þingið ber yfir nýtist í þágu lands og þjóðar óháð því hvaða flokkar skipa stjórn og stjórnarandstöðu á hverjum tíma. Þetta hljómar ekki eins og þetta sé í þessum anda. Ég bara verða að koma því að. Þá hefur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartósek, óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, ég viðurkenni það, ég hef eflaust einhvern tímann á veru minni hjá þingi það á meðan henni stóð, tekið þátt í að spurja samherja mína eitthvað sem ég teldi að mætti fá nánari skýringar á. Þannig að prinsippið auðvitað með ansvörum ekki það að sé algjörlega útilokað að það sé hægt að beita því. Í þessu tilfelli var hins vegar augljóst að nægur áhugi var hjá fulltrúum minnihlutans hér á þingi að spurja fyrsta framsögumannsnefndarálits og það hefði einfaldlega nýst betur í lýðræðislegri umræðu ef að við ekki hefðum getað nýtt þær mínútur sem þar voru til umræða til þess að fá fram þann díalóg milli andstæðra sjónarmiða frekar en að menn myndu gefa upp ákveðna bolta sem framsögum nefndarálits myndi síðan smassa niður í gólfið með þeim árangri sem við sáum hér. Þannig að prinsippið alveg til staðar en ég held að það sé betri nýting á andsvörum að ef áhugi fyrir hendi að það séu andstæð sjónarmið sem takast á en ekki samherjar. Þá veit forseti ekki til að fleiri hafa óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Útbýtt á fundinum á þingskjali 522 veiðigjald nefndarálit annars minnihluta atvinnuveganefndar. Umræðu verður nú haldið áfram. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta atvinnuveganefndar, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga veiðigjöld frá 1. minnihluta atvinnuveganefndar. 1. minnihluti leggur ríka áherslu á að við endurskoðun laga veiðigjald verði fyrst og fremst horft til afkomu lítilla og meðalstóra fyrirtækja í sjávarútvegi sem hafa mörg átt í erfiðleikum með að takast á við versnandi skilyrði í rekstri. Telur 1. minnihluti að leitast eigi við að tengja gjaldtökuna betur við afkomu þannig að til staðar verði þrepaskiptur afsláttur sem helst skili sér til lítilla og meðalstórra útgerða. 1. minnihluti telur fyrirliggjandi frumvarp ráðherra ekki taka tillit til framangreinds og lýsir yfir vonbrigðum með það. Á það við fleiri enda má sjá í umsögnum að gagnrýnt hversu hart veiðigjaldið bitnar á þeim fyrirtækjum sem að framan greinir. Fram hefur komið í umfjöllun málið í nefndinni að veiðigjaldið bitni hart á smábátaútgerð auk þess sem rekstrarskilyrði hennar hafa versnað mjög undanfarin misseri.
Fyrsti minnihluti telur að krókaaflamarksbátar sem eru minni en 30 brúttótonn eigi að lúta öðrum lögmálum en stærri útgerðir, enda eru minni útgerðir mun háðar í afkomusveiflum en hinnar stærri. Bent var á það í meðferð málsins að krókaaflamarksútgerðir geti ekki nýtt þau veiðarfæri sem séu hagkvæmust og hentugust hverju sinni. Það er því dýrara fyrir krókaaflamarksútgerðir að veiða hvert kílógramm af afla heldur en fyrir útgerðir í aflamarkskerfi sem geta brugðist við nýjum aðstæðum með því að skipta veiðarfæri og þannig minnka kostnað við veiðar. Fyrsti minnihluti telur til bóta að reiknistofn veiðigjalds verði byggður á upplýsingum sem eru nær í tíma og að útreikningurinn verði nokkuð einfaldaður. Gjaldið taki þannig betur mið af stöðu greinarinnar þegar það er lagt á. Sömuleiðis telur fyrsti minnihluti að breytingartillaga meirihluta nefndarinnar frítekjumark sé skref í rétta átt en samt sem áður bætir hún fyrst og fremst hag þeirra allra minnstu. Meðalstórar útgerðir sem eru samkvæmt upplýsingum sem bárust nefndinni margar í Norðvesturkjördæmi sitja enn eftir með gríðarhá veiðigjöld og erfiðan rekstur. Í breytingartillögu meirihlutans er einnig mælt fyrir að nytjastofnar með minna aflaverðmæti en 100 milljónir króna á ári samkvæmt vegnu meðaltali næstliðinna 3 ára myndi ekki stofn veiðigjalds. Fyrsti minnihluti telur að þessi fjárhæð hefði mátt vera hærri en telur hins vegar að það sé skref í rétta átt að ákvæði af þessu tagi verði í lögunum. Markmið laga stjórn fiskveiða er samkvæmt 1. grein þeirra meðal annars að tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu. Fyrsti minnihluti telur að frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sé á skjön við þau markmið. Fyrsti minnihluti bendir á að minni fyrirtæki eru einkum staðsett á landsbyggðinni. Sjávarútvegur er lykilatvinnugrein þjóðarinnar og í fjölmörgum byggðarlögum er hann burðarstólpi og undirstöðu atvinnuvegur. Fjöldi fólks leggur traust sitt á rekstur fyrirtækja í sjávarútvegi og hann sé stöðugur og eru margir uggandi yfir því að undanfarið hafi útgerðir þurft að draga saman seglin vegna hárra veiðigjalda. Þeir fjármunir sem notaðir eru til að greiða veiðigjald verða ekki nýttir í annað en sem uppbyggingu nauðsynlegra fjárfestingar, endurnýjun til hagsbóta á fyrirtækjum og samfélagi á hverjum stað. Fyrsti minnihluti bendir á að við umfjöllun málið kom fram hjá mörgum aðilum að eðlilegt væri að tekjur ríkisins af veiðigjaldi rynnu að hluta til byggðarlaga og tekur fyrsti minnihluti undir að skoða það þurfi hvernig best væri staðið að því. Við meðferð málsins í nefndinni kom fram upplýsingar að tekjur þeirra sjávarútvegsfyrirtækja sem taka þátt í nýtingu aflamarks Byggðastofnunar lækkuðu verulega milli áranna 2016–2017. Samræmist þetta tölum Hagstofu Íslands að útflutningsverðmæti sjávarafurða á sama tímabili hafi lækkað 15%. Undirritaður bendir á að hann er fyrsti flutningsmaður þingmála sem tengjast efni frumvarpsins. Annars vegar er að ræða ályktun skilgreiningu auðlinda, 55. mál, og hins vegar ályktun auðlindir og auðlindagjöld, 35. mál. Sjávarútvegur er síður en svo eina atvinnugreinin sem nýtir auðlindir landsins en er hins vegar eina atvinnugreinin sem greiðir fyrir sérstakan skatt. Það er því réttlætis- og sanngirnismál að mótuð verði almenn stefna auðlindir og hvernig gjaldtöku við nýtingu þeirra skuli háttað. Það að ein atvinnugrein sæti sérstakri skattheimtu fyrir auðlindanýtingu er dæmi mismunun milli atvinnugreina sem auðvelt ætti að vera leiðrétta. Sú aðferðafræði sem notuð er við útreikning veiðigjalds, auðlindagjalds, er flókin og ósanngjörn gagnvart þeim sem hún beinist.
Ef það er ákvörðun ríkisvaldsins að greiða eigi fyrir afnot af auðlindum betra að nota einfaldari og gegnsærri aðferðir við útreikningana, til dæmis að leggja álag á skattgreiðslur sem fyrirtæki inna af hendi nú þegar. Fyrsti minnihluti telur þau veiðigjöld sem mælt fyrir í frumvarpinu ekki hófleg og telur mun frekar að frumvarpið tryggi ofurskattlagningu í sessi. Svo mörg voru þau orð. Mér langar í framhaldi eða af þessu sögðu að nefna það sem kom fram í andsvari hjá hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni áðan við formann atvinnuveganefndar hv. Þá spurningu að skipta þessu gjaldi eftir útgerðarflokkum og reikna það þannig út. Og þetta hef ég nú talað í nefndinni og við marga þá gesti sem hafa mætt fyrir nefndina, og svona það sem formaðurinn svaraði þessu nú ekki beint, en þetta það sem í þessu kerfi í raun og veru mesta óánægjan með, vegna þess að það svo misjafnt hvernig hver útgerðarflokkur stendur að útgerð og hver aðkoman er. Þetta reiknað allt út frá, við getum sagt, einu Excel-skjali eða eitthvað slíkt, sópað saman í eina tölu og svo greiða allir jafnt. Og ég hef stundum sagt að þetta svona svipað og við myndum taka tekjuskattsstofn allra Íslendinga saman í eina tölu og deila þessu jafnt niður. Þetta er ekki sanngjörn aðferð, en þessar breytingar sem hafa verið gerðar eru skref í rétta átt og ég í raun og veru hef ekkert meira það að segja. Þetta er alls ekki gallalaust, það er alveg á hreinu. Það er nú eins og öll mannanna verk, þau eru ekki gallalaus. Svo vill til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir hans framsögn og ég veit að hann ber hag lítilla og meðalstórra útgerða fyrir brjósti og hefur áhyggjur af erfiðum rekstrarskilyrðum sem hefur verið undanfarin ár og samþjöppun. Mig langar að spyrja hann hvort hann telji ekki að samt þetta frumvarp sem slíkt, þar sem menn eru að nálgast mjög í afkomu þegar það fer að fullu að gilda árið 2020, mun ekki vera nefnt á breytilega afkomu miðað við nytjastofna, miðað við þá útreikninga sem þarna liggja undir. Og eins og hv. þingmaður veit að þá óska ég eftir upplýsingum í nefndinni í vinnu hennar frá Hagstofunni að greina niður afkomu útgerðarflokka, og það var komin greining á afkomu útgerðarflokka milli 10 og 30 tonnum sem reyndist mjög álíka og heildarafkoma. Og ég skoðaði þetta og með fleirum og niðurstaðan var sú að styrking á frítekjumarki myndi þegar upp væri staðið nýtast best þessum minni, en myndi þetta nýtast öllum því það er verið að hækka frítekjumarki frá því sem er nú 60%. Það munar það sem allir þá fá, og á næsta ári þá er tekið meðaltal á hverri tegund og er í bráðabirgðaákvæði fast gjald, sem þýðir að eins og þorskurinn sem var komin upp í veiðigjald 23 krónur fer niður í 13 krónur, sem er 40% lækkun. Telur hv. þingmaður að þarna sé nú ekki verið að koma ansi vel á móti þessum fyrirtækjum sem eiga í erfiðleikum? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Jú, eins og ég sagði áðan, þá
er ég sammála því að þetta er skref í rétta átt og þar með er komið til móts við útgerðarflokkana. En samt sem áður, eins og ég benti á og kom fram hérna í ræðunni, þá er þegar í svona kerfi þegar þarf að, eins og ég hef sagt, vera með svona plástra eins og frítekjumark og slíka afslætti, það segir bara strax, það skýrir það þannig út fyrir mér að þetta sé gallað kerfi. Að búa til koma með eina niðurstöðu, en að því það kemur svo illa út fyrir einhverja útgerðarflokka þá þurfum að veita þeim sérstakan afslátt. Þess vegna hefði ég vilja að þessu yrði skipt eftir útgerðarflokkum alveg. En eftir þetta sem að hv. þingmaður nefndi með tölur frá Hagstofunni, að þá segja útreikningar að þetta muni ekki svo miklu, en ég er ekki svo sannfærður það þegar það væri skoðað með fleiri gleraugum. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við höfum úr litlu að miða öðru en upplýsingum frá Hagstofunni í þessum efnum. Nú kom hv. þingmaður ekki með neina breytingartillögu þess efnis að gera eitthvað annað heldur en það sem hér liggur fyrir. Mig langar að heyra skoðanir hv. þingmanns á því hvernig hún lítist á, eins og komið hefur verið hér fram, með vilja hv. þingmanna með breytingartillögu að hafa óbreytt frumvarp áfram á næsta ári, sem myndi þýða 12,5 milljarð trúlega miðað við afkomu fyrir 2,5 ári síðan, og hvernig honum hugnist hugmyndin sem í breytingartillögu líka sem liggur hér frammi að fara út í uppboð og að lokum eftir 20 ára verði allar aflaheimildir á Íslandi boðnar út, hvernig þetta muni gagnast þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum að fara þessa uppboðsleið sem liggur fyrir sem breytingartillaga inn í veiðigjöldum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis síðar að sinni Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Nei, já, ég kom ekki með breytingartillögu eða við mínum flokk og ég mat það þannig að þetta væri skref í rétta átt og þar af leiðandi kom ég ekki með breytingartillögu. Varðandi það að framlengja þetta áfram yfir áramótin og fara áfram með óbreytt veiðigjaldalög inn í næsta ár og áfram líst mér bara alls ekki á. Og það myndi þá vera mikil hækkun á næsta ári og svo vitum við ekkert með framhaldið, kannski lækkun á hinu árinu út af viðmiðum með 2017. Þannig að ég tel að þetta sé skref í rétta átt að færa þetta nær í tíma og taka fiskvinnsluna út og koma þess inn til ríkisskattstjóra og þess vegna dropinn holar steininn í þessu eins og öðru. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir bara skynsamlega og þokkalega ræðu og málflutning í þessu máli, en mig langar að spyrja hann aðeins út í þessa skiptingu í útgerðarflokka. Nú hefur hv. þingmaður og fleiri úr hans flokki verið að tala svolítið þetta litlar og meðalstórar útgerðir og skiptingu milli útgerðarflokka. Hvað er meðalstór útgerð? Hvað er lítil útgerð og hvað er meðalstór útgerð og hverjar eru þá stórútgerðirnar? Hvernig ætlum við að skipta þessu saman? Og hv. þingmaður talaði einnig í ræðu sinni að hér værum við ekki að tala um hófleg gjöld, heldur óhófleg, of há ennþá ef ég skildi hann rétt. Þar get ég tekið undir með honum. Á hann þá við alla þessa útgerðarflokka sem þeir eru að tala eða eru þau hófleg á einhvern útgerðarflokkinn eins og þau eru hér í dag? Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti,
Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þegar að talað um útgerðarflokka þá getur það verið 4 eða 6 eða ég veit ekki hvað, frystitogarar, ísfisktogarar, uppsjá- og veiðiskip, snöruveiðibátar, vertíðarbátar og svo trillur. Og það er sú nálgun sem við eigum við. Reiknistofninn er 33% af afkomunni og það er mat manna að það sé of hátt, þeirra sem ég ræði við, og ég get ekki sagt hvort að það sé sanngjarnt gagnvart einhverjum vissum útgerðarflokka, en við vitum alveg hverjir hagnast best í greininni. Það er engin launungarmál. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, já, ég kannski þá hef þetta þá aðeins skýrar. Telur hv. þingmaður að það sé þá einhver, eins og nýja undir hér í lokin, einhver af stórútgerðinni sem að borga eðlileg veiðigjöld miðað við það sem að vera að leggja til hér? Er þetta ekki óhóflegt á alla? Og hvar flokkar hann stórútgerðina? Hverjir eru þeir sem eru taldir sem stórútgerðinni, ekki þessi litlu og meðalstóru sem allir að tala um? Hvar eru mörkin á milli litlu og meðalstóru og svo stórútgerðarinnar, og er sem sagt mögulega veiðigjöldin ekki of há á einhverja útgerðaraðila í dag? Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, svo ég svari þessu með meðalstóra og litlar og stórar útgerðir, að þá er það nú kannski svolítið á reiki, menn tala um kannski 3, 4, 5.000 tonn af kvóta. Þar liggi mörkin einhvers staðar á því leveli. Mikið af útgerðum sem eru með vinnslu á þessum smærri stöðum eru á þessu bili, og þær hafa verið í miklu basli. Hvort ég telji að einhver útgerðarflokkur greiði of lítil veiðigjöld er ég ekki að taka undir. Reiknistofninn er að allra mati of hár og það er bara mín skoðun. Ég er ekkert að draga eitthvað sérstakann. Ég ber mikla virðingu fyrir stórútgerðinni, svo það sé sagt, og henni gengur mjög vel, en hún er líka þannig í sveit sett að þeir geta keypt upp þá minni þegar að þeir eru í basli, og það er það sem ég hef áhyggjur af. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Friðbert Traustason. Njáll Trausti Friðbertsson. Þingmanninn afsökunar. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Við sitjum báðir í atvinnunefnd og það er augljóst þar að þingmaðurinn hefur mikið áhuga að vita á sjávarútvegi og starfa lengi við veiðar. Nú hef ég fylgst með einum hlut sem er oft hversu mikið er flutt óunnið af fiski og landið, og fyrst og fremst með gámum. Og nú virðumst við vera að lenda í því á þessu ári að það er mikil aukning í óunnum fiski með gámum og landi, og það stefnir í það að þetta fari úr ca. 35.000–36.000 tonnum í 46.000–48.000 tonn núna milli ára. Og þrátt fyrir það að við séum með þennan hátækni væddasta væntanlega sjávarútveg og vinnslu á fiski í heiminum í dag, alveg í toppnum með okkar góðu tækni og fyrirtæki sem að framleiða hátækni búnað í sjávarútveginum, að þá er þessi þróun að verða á býsna hröð, virðist vera, að það verður að flytja meira og meira óunninn fisk út. Og það sem að virðist vera að það sé, þannig að kannski koma inn á þetta og ég kem síðan aðeins lengra inn í næstu spurningu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, já, í sambandi við gámaútflutning og útflutning á óunnum fiski, þá hefur það mörgum og eiginlega bara öllum verið litið hornauga, en þetta er svona
eitthvað sem ekki samt hægt að banna í raun og veru, heldur þetta eitthvað sem þyrfti að skoða betur, að menn sæju sér hag í því að vinna fiskinn frekar hér á landi heldur en að flytja þetta óunnið út í gámum. Að sjálfsögðu liggur virðisaukinn í fiskafurðum í vinnslunni og þannig að stjórnvöld ætti að vinna að því að menn sæju sér hag í því að vinna frekar hér í landi heldur en að flytja hann út eða geta selt hann á því verði sem sætta sig við hér heima heldur en í gámaútflutningum sem yfirleitt á betra verði, yfirleitt, ekki alltaf. Þannig bara svo það sé sagt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, það Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, það sem virðist vera að gerast að íslensk fiskvinnsla að lenda í vandræðum, er í samkeppnisstöðu gagnvart til dæmis löndum eins og Póllandi, Litháen, Lettlandi að vera að flytja mikið orðið gámafiski eða fiski með gámum til Eystrasaltsins til frekari vinnslu. Það sem virðist vera að gerast að hátæknin okkar öflugustu hátæknivinnslur, að þær virðast vera að missa samkeppnishæfnina gagnvart þessari vinnslu þessa mánuðina. Þannig og nákvæmlega eins og ég tek undir með hv. þingmanni að verðmætasköpunin í fiskvinnslunni eða í sjávarútvegi verður mikið til í gegnum fiskvinnsluna. Menn að færa sig til dæmis í land meira úr frystitogurum yfir í ísfiskstogara og vinna meira inn í húsunum síðustu ár og treyst svolítið á samkeppnishæfnina í gegnum þessa hátækni. En nú virðist vera ákveðið rof sem sé að verða til. Þannig að hvort að þingmaður taki undir þessi sjónarmið sem fram koma varðandi þessa samkeppnishæfni. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, já, ég tek undir þau sjónarmið. Ég verð nú að viðurkenna, ég hef ekki fylgst algjörlega með þessari þróun á þessum gámaútflutningi núna síðustu misseri, en ég veit að hv. þingmaður er mjög athugull og talnaglöggur maður, þannig að ég veit að hann er að fara með rétt mál. Það kannski spila margt inn í og það eins og hefur nú komið fram að við sitjum ekki við sama borð og útgerðir annars staðar þegar talað um veiðigjöld og kolefnisgjöld og annað slíkt, þannig að kostnaður útgerðarinnar er miklu meiri hérna heima út af því. En eins og ég sagði áðan að þá er þetta áhyggjuefni og þarf að skoða það gaumgæfilega til þess að fá sem mest virði út úr fiskveiðum með fiskvinnslu. Síðastlega veit andsvari Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir hans framsögu. Ég kannski deili ekki öllum sjónarmiðum sem þar koma fram, en við fengum inn á fund til okkar meðal annars fulltrúa sveitarfélaga. Þeir voru nokkrir og það var alveg ljóst að það voru svona rauði þráðurinn var að það voru eindregin tilmæli að veiðigjaldið ætti með einhverjum hætti að renna aftur til byggðanna. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann deili þeirri sín minni Viðreisnar og annarra flokka í því að veiðigjaldið eigi að renna aftur inn á þau svæði þaðan sem í rauninni sjávarútvegurinn hefur verið að byggjast upp, en við höfum líka séð ákveðnar afleiðingar þess. Nauðsynlegar að vissu leyti, hagkvæmni í veiðum og vinnslu, það hefur fækkað störfum og á móti kemur að þá er hugsunin sú að það verði þá upp komið til framkvæmda ákveðin innviðasjóður. Deilir hv. þingmaður þessari sýn að gjöldin eigi að fara til uppbyggingar á þeim svæðum sem þau hafa komið í rauninni frá? Þá svarar fyrir andsvari Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Já, ég geri það og það kom fram í máli mínu í nefndarálitinu að hluti af veiðigjaldinu átti að renna aftur til sveitarfélaganna. Það var rætt mikið um það þegar þessi lög voru sett á, en einhvern veginn náði það ekki nógu vel fram
og í lögum opinber fjármál er þetta aftekið, þannig að þetta er flækjustig. En mér finnst það, lög eru mannanna verk og mér finnst að það ætti að breyta því og það eru allir þeir sem ég hef talað við og ég get tekið undir það sjálfur, enginn á móti því að borga veiðigjöld og ef það rennur hluti af því til sveitarfélagsins þá myndi þið gera það með glöðu geði. Þá er til síðast ansvari Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, ég tel þetta vera gríðarlega mikilvægt mál að við reynum að hugsa þetta svipað veiðigjaldið og ég fagna því að menn er ekki að tala gegn því að útgerðir borgi veiðigjald. Mínum huga er þetta prinsippmál, þetta er aðgangur að sameiginlegri auðlind þjóðarinnar og það þarf auðvitað að fara að festa auðlindaákvæði í stjórnarskrá því til viðbótar. En það skiptir máli að reyna að hugsa þetta eins og ég segi á svipaðan hátt og olíusjóðurinn nú eða sjóður í Noregi sem tengist fiskeldinu. Þar fer sjóðurinn 80% tilbaka inn á þau svæði þar sem fiskeldið hefur verið byggt upp. Og við eigum að gera þetta, við eigum að fara í samvinnu við sveitarfélögin að fá þau, af því að þau meta það á mismunandi hátt heldur en við hér sem erum hér á þingi, hvað er nauðsynlegt til uppbyggingar á svæðinu. Sum vilja fara í það að efla ferðaþjónustu, sum vilja fara í það að ýta undir nýsköpun og þróun. Af því við verðum að horfast í augu við það að tæknin, hún er að auka mikla hagkvæmni og auka arðbærni sjávarútvegs og framleiðni leið og við sjáum fram á það að störfum fækkar. Og þess vegna þurfa sveitarfélögin að hafa eitthvað svigrúm til þess að geta farið þá í aðra uppbyggingu sem að þau telja mikilvæga fyrir sitt svæði. Það svarar síðast ansvari Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, hæstv. Forseti, ég tek bara heils hugar undir þetta og ég vil bara minna þingmann á það að og greinlega hún hefur ekki hlustað mikið á ræðuna mína, að ég tók það sérstaklega fram í ræðunni að ég hef mælt hér fyrir málum skilgreiningu auðlinda og auðlindir og auðlindagjöld og það er svolítið merkilegt að við skulum ekki vera búin að taka það upp að fara í þessa vinnu. Það er búið að mæla fyrir þessum málum margoft. Og ég er alveg sammála þingmannum í því að sveitarfélög ættu að fá að koma betur að þessari vinnu. Þetta er prinsippmál í uppbyggingu byggða á landsbyggðinni að þetta geti runnið til þeirra aftur og við bara snúum bökum saman og vinnum að þessu máli öll sem ein. Andsvari með lokið. Til máls tekur Albertína Friðbjörg Elíasardóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis með framsöguræðu annars minnihluta. Það er svei mér skemmtilegt að það er mikill áhugi á að ræða þetta mál við mig, herra forseti, en ég mæli hér fyrir minnihlutaáliti annars minnihluta. En eins og fram hefur komið þá felur frumvarp sjávarútvegsráðherra til laga veiðigjald í sér að lögfest verði ný heildarlög veiðigjald og komi þá í stað gildandi laga frá árinu 2012. Lagt er til í frumvarpinu að reiknistofn veiðigjalds hvers árs byggist á afkomu við veiðar á hverjum nytjastofni fyrir sig. Gjaldhlutfall veiðigjalds af reiknistofni verði 33% og að auki að veiðigjald verði ákveðið í lok hvers árs fyrir næsta almanaksár í stað þess að vera ákvarðað í ágúst fyrir komandi fiskveiðiár. Þá eru verkefni veiðigjaldsnefndar að mestu færðar til embættis ríkisskattstjóra. Lengi hefur verið deilt veiðigjöld og álagningu þeirra í íslensku samfélagi og hefur núverandi löggjöf verið nokkuð gagnrýnd. Sérstaklega, herra forseti, gæti ég fengið frið í salnum. Sérstaklega fyrir að styðjast við gömul gögn og innheimta því ekki í rauntíma. Segja má að einstaka atriði þessa frumvarps eins og að færa innheimtuferlið allt nær í tíma sé betrumbót á núverandi fyrirkomulagi. Heilt á litið telur annar minnihluti frumvarpið þó illa unnið og ógagnsætt þar sem að tölulegar forsendur frumvarpsins eru óljósar. Áhrif þess á innheimtu veiðigjalda liggur ekki fyllilega fyrir ásamt því að samráðsferli frumvarpsins var í mýflugumynd.
Annar minnihluti minnir á að þjóðin er einhuga að auðlindir hennar skuli vera í varanlegri eign almennings og skiptir það öllu máli. Þjóðaratkvæðagreiðsla nýja stjórnarskrá íslenska lýðveldisins staðfesti þennan vilja þjóðarinnar og áréttum við að við samþykkt þessa frumvarps mun hluti útgerðarinnar í arði af auðlindinni aukast á kostnað þjóðarinnar, á kostnað hlutar þjóðarinnar af arði eignar sinnar. Fyrirliggjandi frumvarp er ekki til þess fallið að auka fyrirsjáanleika réttindi og skyldur útgerðarinnar, né dregur þá úr óvissu framtíðarhorfur þessarar undirstöðu atvinnugreinar þjóðarinnar. Annar minnihluti gagnrýnir að ekki hafi gefist tími til að vinna frumvarpið nægjanlega vel, eins og kemur reyndar fram í texta frumvarpsins að það hafi ekki gefist tími við undirbúning frumvarpsins til að kanna aðra kosti nægjanlega vel. Sömuleiðis er stór galli að ekki hafi heldur gefist tími til að fara í gegnum samráðsferli þar sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur komið á í gegnum svokallaða samráðsgátt. Er það sérstaklega bagalegt með tilliti til þess hversu margar alvarlegar athugasemdir komu fram í umsögnum málið til nefndarinnar. Eins hafði ríkisstjórnin ekkert samráð við gerð frumvarpsins við stjórnarandstöðu og sýndi enga viðleitni til að ná sátt þessa grundvallar atvinnugrein þjóðarinnar sem þarf á stöðugleika að halda eins og allt íslenskt samfélag. Fyrirliggjandi frumvarpsdrög stefna einnig í þveröfuga átt við yfirlýst markmið laga veiðigjöld frá árinu 2012 þar sem stefnt var að því að auka hlutdeild þjóðarinnar af arði auðlindarinnar en ekki öfugt eins og hér er gert. Flestar þær umsagnir sem bárust nefndinni snúa sérstaklega af áhyggjum af þeim áhrifum sem frumvarpið mun mögulega hafa á laun sjómanna vegna þeirrar skekkju sem felst í verðlagningu sjávarafla hjá samþættum útgerðum annars vegar og ósamþættum útgerðum og fiskvinnslum án útgerðar hins vegar. Komu fram alvarlegar athugasemdir víða að, meðal annars frá Samkeppniseftirlitinu sem sagði í umsögn sinni með leyfi forseta: verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum að óbreyttu mun sú skekkja í aflaverðmæti sem fram kemur í bókhaldi samþættra útgerða annars vegar og annarra útgerða sem selja afla á fiskmörkuðum hins vegar óhjákvæmilega valda mismunun í útreikningi á veiðigjaldi viðkomandi útgerða. Með hliðsjón af framangreindu vill Samkeppniseftirlitið beina þeim tilmælum til atvinnuveganefndar að brugðist verði við þeirri skekkju sem fram kemur í bókhaldi viðkomandi útgerða við vinnslu frumvarpsins áður en að það verður að lögum. Meirihluti nefndarinnar, atvinnuveganefndar, telur að úrræði ríkisskattstjóra til að bera kennsl á skekkjur séu nægjanlegar og því þurfi ekki að bregðast við þessu. Annar minnihluti hafnar þessum rökum meirihlutans og tekur undir áhyggjur Samkeppniseftirlitsins og telur að auka þurfi gegnsæi milliverðlagningarinnar umtalsvert til að raunverulega sé hægt að koma í veg fyrir þessa skekkjur. Augljósasta leiðin til að bregðast við þessum vanda væri að fara einhvers konar markaðsleið, svo sem með útboðum á aflaheimildum sem er leið sem annar minnihluti mælir með. Ljóst er þó að nú er ekki fyrir því meirihluti á Alþingi og þess vegna þarf að leita annarra leiða. Til dæmis mætti skoða betur til málamiðlunar að reikna 20% veiðigjaldsins út frá markaðsverði og líta til leiguverðs á kvóta í því sambandi en reikna 80% eftir þeirri leið sem lögð er til í fyrirliggjandi frumvarpi. Annar minnihluti furðar sig á yfirlýstu markmiði frumvarpsins gagnvart jafnréttismálum og kynskiptum vinnumarkaði sem rök fyrir því að ekki eigi að vega hagnað af fiskvinnslu við ákvörðun veiðigjalds. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram með leyfi forseta að störf í landvinnslu hafa jafnan verið að meirihluta á hendi kvenna. Þá má þess geta að konur hafa á síðustu árum verið mun sýnilegri í sjávarútvegi en áður. Nefna má að með frumvarpi þessu er ekki lagt til að vinnsla á sjávarafla verði hluti af reiknistofni veiðigjalds sem myndi fremur samkvæmt þessu koma við störf kvenna en karla. Við teljum svo vægt sé til orða tekið að hér sé verulega villandi framsetningu að ræða, enda hefur fiskvinnsla aldrei greitt veiðigjöld. Og í raun langar mig að bæta því við hér að mér finnst það eiginlega að vera til skammar að það hafi verið leyft að standa hér í þessu frumvarpi að nýta málflutning jafnréttisbaráttunnar á þennan hátt.
Hins vegar hefur hagnaður fiskvinnslunnar verið veginn inn í ákvörðun veiðigjaldsins og það var einmitt meðal annars gert til þess að mynda ekki hvata fyrir útgerðarfyrirtækin til að færa hagnaðinn frekar yfir á vinnsluna og hafa þannig áhrif á að veiðigjöldin lækki eins og umsagnir sem að bárust vara einmitt við. Í fyrirliggjandi frumvarpi horfið frá þessu og því settur inn raunverulegu hvati fyrir þær útgerðir sem að tækifæri hafa til að færa hagnaðinn í auknum mæli á vinnsluna. Þessi breyting mun því fela í sig bæði lægri veiðigjöld og lægri laun til sjómanna, eins og raunar flestir umsagnaraðilar málsins vara sérstaklega við eins og komið var inn á hér áðan. Ljóst að í frumvarpinu eru enn ýmsir þættir sem að æskilegt hefði verið að gefa betri tíma í að ígrunda. Sérstaklega það óheppilegt að ekki sé hægt að hinkra eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar eftirlit Fiskistofu, en sú úttekt hófst í febrúar á þessu ári og mun skýrslan liggja fyrir miðjan desember næstkomandi. Skýrslan mun fjalla starfsemi Fiskistofu og eftirlit hennar með vigtun á afla og brottkasti undanfarin 5 ár og þá mun hún jafnframt taka út eftirlit Fiskistofu með samþjöppun veiðiheimilda. Ljóst að niðurstöður skýrslunnar geta skipt umtalsverðu máli gagnvart efni frumvarpsins. Athugasemdir umsagnaraðila renna einnig stoðum undir mikilvægi þess að niðurstöður skýrslunnar liggi fyrir áður en að ráðist í frekari breytingar á álagningu veiðigjalda. Í ljósi þessarar stöðu væri eðlilegast að gefa ráðuneytinu og atvinnuveganefndinni betri tíma til að vinna málið og framlengja þess í stað núverandi löggjöf 1 ár. Allt frá útgáfu skýrslu auðlindanefndar árið 2000 hefur ítrekað verið staðfest að meirihluti þjóðarinnar vill að eignarhald þjóðarinnar á fiskveiðiauðlindum í íslenskri lögsögu sé staðfest í stjórnarskrá og að framsal nýtingarréttar sé tímabundið. Þetta jafnframt það fyrirkomulag sem að flest nágrannalönd hafa notað þegar þau hafa tekið upp kvótakerfi, svo sem Danmörk og Svíþjóð. Á sama tíma og tímabundinn nýtingarréttur staðfestir eignarhald þjóðarinnar getur tímabinding tryggt meiri stöðugleika og fyrirsjáanleika fyrir útgerðina. Ekki þarf þá lengur að deila hvort lagaleg óvissa sé varanleika nýtingarréttarins eða eignarhald þjóðarinnar á auðlindum sínum. Í þessu ljósi eru það augljósir hagsmunir samfélags og útgerðar að tímabinda allan veiðirétt. Að mati annars minnihluta falla sterk rök að því að auðlindagjöld eins og veiðigjald renni í sérstakan sjóð fremur en í ríkissjóð eins og lagt til í fyrirliggjandi frumvarpi. Þegar gjöld af þessu tagi renna í ríkissjóð hætta á því að þolinmæði stjórnvalda fyrir þeim sveiflum sem að jafnan einkenna slík gjöld verði mjög takmörkuð og tilhneiging skapist til þess að breyta innheimtu gjaldsins þegar illa árar til þess að mæta tekjuöflunarmarkmiðum. Slík tilhneiging grefur undan forsendum gjaldsins. Sú staðreynd að aðferðafræði útreiknings og álagningar veiðigjalda hér á landi hefur verið breytt 4 sinnum á undanförnum 10 árum bendir til þess að þetta sé vandamál sem að huga þurfi að. Til að vinna gegn slíkum freistnivanda renna auðlindagjöld í öðrum löndum því að jafnaði í sérstaka sjóði. Eitt þekktasta dæmið slíkan sjóð norski olíusjóðurinn. Annar minnihluti telur mikilvægt að sveitarfélögin fái hluta af afrakstri þeirrar hagræðingar sem að fiskveiðistjórnarkerfið hefur skapað sem bætur fyrir þann hluta kostnaðar hagræðingarinnar sem samfélagið þarf að bera. Önnur sveitarfélög fái einnig hlutdeild í arði af auðlindinni sem eign þjóðarinnar allrar. Einnig mætti líta til þess möguleika að sóknaráætlanir landshluta gætu verið mögulegur farvegur fyrir þau verkefni sem að fjármögnuð yrðu með hlutdeild í veiðigjaldi. Herra forseti, það til margs að líta og mikilvægt að vanda vel til verka þegar framkvæma á heildarendurskoðun og gjaldheimtu fyrir afnotarétt af auðlind þjóðarinnar eins og ríkisstjórnin boðaði að til stæði hún reyndi að þvinga í gegn lækkun á veiðigjöldum í lok síðasta árs. Þá ræddu stjórnarliðar mikilvægi samráðs og sátta við slíka endurskoðun en því því miður ekki fyrir að fara í fyrirliggjandi frumvarpi og voru engar tilraunir gerðar til samráðs við stjórnarandstöðuna hvorki í undirbúningi ráðuneytisins eða í samtali í atvinnuveganefnd. Að öllu framangreindu það því mat annars minnihluta að frumvarpið eins og það stendur nú sé ekki tækt til afgreiðslu enda algjörlega óljóst hverjar afleiðingarnar
afleiðingar samþykktar þess verða fyrir ríkissjóð annars vegar og atvinnugreinanna í heild sinni hins vegar. Fyrir utan þá augljósu staðreynd að ríkissjóður mun verða hátt á 4 milljarð króna í tekjur á næsta ári verði frumvarpið að lögum. Slík forgangsröðun að mati 2. minnihluta algerlega óásættanleg á meðan aldraðir og öryrkjar eru látnir bíða eftir réttlátum kjarabótum. Undir þetta nefndarálit rita Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem situr fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi einnig samþykk þessu áliti. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör og því andsvör stytt í 1 mínútu í bæði fyrra og síðar andsvari. Fyrst til að veita andsvör hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Í síðustu viku þá kynnti Samfylkingin breytingatillögur við fjárlagafrumvarpið, sitt 17 breytingatillögur sem áttu að kosta 24 milljarða króna og meðal vannýttra tekjuúrræða þá reiknaði flokkurinn með því að hækka veiðigjöldin. Nú liggur hér fyrir tillaga það að veiðigjaldið eigi fyrst og fremst að renna til stuðnings stjórnun og eftirliti með fiskveiðistjórnarkerfinu. Það eru 5 milljarðar króna. En restin eigi að fara í uppbyggingarsjóð. Og þá hlýt ég að spyrja vegna þess að það áætlað þá að restin af veiðigjaldinu renni í uppbyggingarsjóð en ekki til þeirra tillagna sem að Samfylkingin var að mæla fyrir hér í síðustu viku. Hvernig hefur Samfylkingin hugsað sér að mæta áhrifunum inn í fjárlögum eða rekstri ríkisins á grundvelli þeirra tillagna sem að hér eru lagðar fram að skerða í rauninni framlag til félagslega kerfisins, heilbrigðiskerfisins eða annars með þeim hætti að láta þetta renna í uppbyggingarsjóð? Það svarar andsvörum við fyrra sinn Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni fyrir mjög góða spurningu og ég er mjög glöð að hann hafi áhyggjur af því að við höfum ekki fjármagnað tillögur okkar hjá Samfylkingunni. Í fyrsta lagi þá boðum við náttúrulega í breytingatillögum okkar einnig breytingar á skattakerfinu og fjármögnun í gegnum það, en jafnframt töluðum við ekki eingöngu auðlindagjöld af sjávarútvegi heldur vorum við einnig að horfa til annarra auðlinda. Þannig að ég hef bara ég er mjög glöð að hæstv. Ráðherra hafi áhyggjur af þessu en ég hef engar áhyggjur af því út af því að bæði voru tillögur okkar fullfjármagnaðar og sömuleiðis gerðum við ráð fyrir afgangi. Þannig að það er að ýmsu að taka. Þá veitir andsvari síðara sinn hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég hef í sjálfu sér ekki neinar áhyggjur, neinar sérstakar áhyggjur af gleðimanna yfir þessu. Þetta er bara spurning það hvernig hægt er að framkvæma þá tillögu sem að hér liggur fyrir, vegna þess að það er í rauninni ein tillaga af þessum 4 í breytingatillögum sem snertir veiðigjaldi beint og það hlýtur að kalla eftir hugsunni og útfærslunni í því efni. Það er bara eðlilegt að það sé kallað eftir í með hvaða hætti áhrifunum að þessu sé mætt. Og þá er bara spurningin í rauninni sú sem að eftir liggur í raun hefur hinum fjárhagslegu þáttum verið gerð skil við undirbúning þessa máls af hálfu stjórnarminnihlutans í nefndinni og ef svo ef það hefur verið lagt eitthvert mat á bæði fjárhagsleg áhrif af þessu á einstök fyrirtæki eða byggðirnar í landinu þessari tillögu, þá væri mjög fróðlegt að heyra það. Svarar andsvörum í síðara sinn Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra aftur fyrir fyrirspurnina. Það sem við erum að tala í frávísunartillögunni er að sjálfsögðu ekki að ekki verði innheimt veiðigjöld í framhaldinu heldur boðum við framlengingu á núverandi lögum. Og þetta er frestun og við erum að reyna að sýna viðleitni til þess að ná samtali, til þess að ná samráði og ég skil vel að hæstv. Ráðherra skilji það ekki út af því að það var ekki mikið fyrir samráðan að fara við undirbúning þessa frumvarps, þrátt fyrir að það hafi verið boðað.
Og í því samhengi þá langar mér líka til þess að velta því upp, hæstv. Ráðherra virkilega á móti því, já það er rétt afsakað, en ég trúi því ekki samt sem áður að ríkisstjórnarflokkarnir, sem reyndar allir hafa talað um það í sínu máli áður, að veiðigjöldin og afgangurinn af þeim mætti einmitt renna til byggðanna. En ég þakka fyrir andsvarið. Afsakið. Önnur til að veita andsvari Lilja Rafney Magnúsdóttir, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis og formaður atvinnuveganefndar. Já, herra forseti, mig langar að spyrja hv. þingmann aðeins út í þær hugmyndir sem eru hér reifaðar og liggur frammi í breytingartillögum að bjóða út hluta aflaheimilda næstu 20 árin. Það kemur ekkert slíkt fram í sjálfu nefndarálitinu en hv. þingmaður hlýtur að styðja sinn formann í þeim hugmyndum. Að þar er ekkert minnst á 5,3% sem í dag til félagslegra og byggðalegra aðgerða. Það er ekki minnst á það. Á að henda þeim aðgerðum algjörlega út? Er það byggðasjónarmið þar undir? Hvar er Samfylkingin stödd í þeim málum? Og nú kynnti ég í atvinnuveganefnd í upphafi fjöllum þetta mál að það væri verið að skoða möguleika á að afkomutengja veiðigjöld með einhverjum hætti eða styrkja frítekjumarkið fyrir litlar og meðalstórar útgerðir. En ég varð aldrei vör við það að hv. þingmaður eða þeir sem lögðu fram þessa breytingartillögu kæmu með neinar hugmyndir, svo talandi samráð þá hef ég ekki orðið vör við það að þeirra hálfu í atvinnuveganefnd. Þá svarar andsvari fyrir sinn Albertína Friðbjörg Elíasardóttir, 10. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka hv. formanni atvinnuveganefndar til þess að gefa mér tækifæri til þess að leiðrétta þennan misskilning sem virðist vera í þingsalnum. Það er að segja að við séum að leggja hér til uppboðsleið. Við erum einmitt ekki að gera það og töldum að með þessari tillögu værum við einmitt að rétta fram sáttarhönd, sérstaklega til eins og Vinstri grænna og fleiri þingflokka hér í salnum. Og hvað varðar byggðasjónarmiðin þá er það sömuleiðis þannig að byggðakvótinn er að sjálfsögðu undanskilinn þarna og kemur málinu, já, er undanskilinn þarna. Og ég held að ég hafi sýnt það bæði í fyrri ræðum og í störfum mínum hér á þinginu að ég ber hug byggðanna mjög fyrir brjósti og frábið mér málflutningi annað hér í þessum ræðustól. Þá er andsvari síðara sinn Lilja Rafney Magnúsdóttir, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis og formaður atvinnuveganefndar. Já, herra forseti, ég efast ekki að hv. þingmaður beri hag byggðanna fyrir brjósti. Þess vegna er maður mjög undrandi á því að svona óvöndu vinnubrögð eru höfð uppi þar sem er verið að tala gagnvart meirihlutanum að ekkert samráð hafi verið og það sé ógagnsæi og fleiri þurfa að koma til, að síðan sé hægt að mæla hérna fyrir algjörum gjörbreytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og henda inn í umræðuna á síðustu stundu án neins samráðs við einn eða neinn, ekki minnst orði á það í atvinnuveganefnd að það væri verið að skoða eitt eða neitt varðandi breytingar á þessu máli, koma með á síðustu stundu óundirbúið einhverja tillögu sem stenst enga skoðun og það kemur ekkert fram í þessari breytingartillögu sem nú hv. þingmaður leggur fram, Logi og fleiri í þessu máli, formenn flokka hér, Pírata, Samfylkingar og Viðreisnar. Það kemur það ekkert fram hvað menn hugsa sér í byggðamálum, ekki neitt. Og þetta er skrítin eftiráskýring hjá hv. þingmanni. Svarar andsvari síðara sinn Albertína Friðbjörg Elíasardóttir, hv. 10. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka, nei, eiginlega ekki. Herra forseti, ég held að það sé ljóst að hv. þingmaður er að misskilja tillögur okkar. Við erum einmitt með þessum tillögum að bjóða þingmönnum hér að vera með, og sérstaklega þingmönnum Vinstri grænna, að vera með í rauninni í eigin tillögum tímabundna samninga, og við erum alls ekki að tala uppboð eða markaðsleið. Við erum að tala tímabundna samninga og við erum að tala landshlutasjóð. Við erum að tala að veiðigjöldin renni til landshlutanna.
Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að því miður sé einhver misskilningur í gangi hér tillögur okkar og ég legg til að menn lesi þær. Þriðji þingmaður til að veita andsvar er Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni framsögu annars minnihluta. Ég ætla fyrst að segja að ég tel að meirihlutinn hafi unnið mjög góða vinnu. Fjölmargar vandaðar umsagnir og gestir á fundi nefndarinnar. Hæstv. ráðherra fór hér vítt og breitt um landið og kynnti hér fyrirhugaðar tillögur og frumvarp og ég gat ekki heyrt betur á máli hv. þingmanns en að hv. þingmaður taki undir það að innheimta veiðigjalda með þeim hætti hér sem lagt er til af meirihlutanum að sé til bóta og færa innheimtuna til ríkisskattstjóra en segir svo á sama tíma að það sé ógegnsætt og háð óvissu. Afkoma mun sveiflast og er háð aflabrögðum og verðsveiflum, það er rétt, en er þá ekki einmitt mikilvægt að afkomutengja innheimtu veiðigjalda eins og hér er lagt til með skynsamlegum breytingum, ekki síst fyrir atvinnugreinina? Svaraandsvari fyrir sinn Albertína Friðbjörg Ellertsdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir þessa ágætu fyrirspurn og það er í rauninni og ég tek alveg undir það að það er sannarlega betra að þær breytingarnar í frumvarpinu eru betri að því leyti til að þetta er fært nær í tíma og ég reyndar hef mjög mikla trú á embætti ríkisskattstjóra og að þau geti unnið gott starf en þau höfðu samt sem áður spurningar og þau höfðu líka viðurkenndu það að það væri ekkert öruggt í þessu með milliverðlagninguna og það var það sem var gagnrýnt aftur og aftur í umsögnum. Það var þessi skortur á gegnsæi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og eins og ég kom fram með í ræðunni áðan þá tel ég að það sé ekki nóg gert til þess að koma til móts við þær athugasemdir og vek þar meðal annars aftur athygli á umsögn Samkeppniseftirlitsins sem var raunar samhljóða mjög mörgum umsögnum. Þá er andsvar í síðara sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég er ánægður að hv. þingmaður er sammála að hér sé verið að auka skilvirkni innheimtunnar og við treystum auðvitað ríkisskattstjóra fullkomlega til þess að taka þessa innheimtu og afkomutengingin eins og meirihlutinn leggur til hv. þingmaður er sammála því, dregur hér fram milliverðlagningu. Ríkisskattstjóri hefur fulla lagastoð til að taka á þeim þætti og ég treysti ríkisskattstjóra fullkomlega til þess og ánægður að hv. þingmaður gerir það líka. En ég á erfitt með að skilja hér þar sem kemur fram í ræðu hv. þingmanns og snýr að því að veiðigjöldin eigi að renna í auðlindasjóð. Ég er á sömu slóðum og hæstv. ráðherra fór hér yfir vegna þess að það er endað á því að hér eigi að skilja eldri borgara og öryrkja eftir. Hvar ætlar að fá peninga sem var lagt til hér í umræðum fjárlög í gríðarlegan útgjaldaauka ef þetta á allt saman að renna í einhvern sérstakan sjóð og geyma þar? Og svaraandsvari í síðara sinn Albertína Friðbjörg Ellertsdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég vil aftur þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir ágæta og áhugaverða spurningu. Það sem þó að við treystum ríkisskattstjóra og gerum það vel enda embættið sem hefur oftar en einu sinni verið valið til fyrirmyndar, þá er það samt sem áður staðreyndin að ríkisskattstjóri, hann endurspeglar hann tekur ekki á því að það er alltaf fyrst og síðast pólitíkin sem tekur ákvörðun afkomutenginguna. Þannig að það er alltaf pólitíkin sem er með puttana í þessu og það náttúrulega veldur alltaf vandamálinu og það hvort að ríkisskattstjóri eða einhver annar reikni þetta út breytir því ekki og þess vegna
held ég alla að minnsta kosti að aðrar leiðir væru gegnsærri hvað þetta varðar. Síðast vill að veita andsvörur hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, ég er greinilega einfaldari maður en ég hélt, því að mér gengur mjög illa að fá skýrt út hvað minnihlutinn á við bæði í nefndaráliti sínu, orðum hér og eins í breytingartillögu. Þess vegna langar mig bara að fá skýrt svar, helst já eða nei. Er hv. þingmaður á móti afkomutengingu veiðigjalda? Svarar andsvari fyrir sinn Albirtína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Endilega. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarsyni Proppé fyrir spurninguna og hann sló mig svo út af laginu hérna áðan með þessu framíkalli að það datt eiginlega út mér hver spurningin var. En í stuttu máli þá er það nei, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en verið að leggja til hér og það er náttúrulega stóri vandinn í þessu er að það er alltaf pólitíkin sem er með puttana í þessu og er alltaf að það er í staðinn fyrir ef að til dæmis væri aukin uppboð eða tillit tekið til markaðsverðs, aukin gegnsæi í milliverðlagningunni, þá þyrfti pólitíkin náttúrulega ekki að vera jafn mikið að fjalla þetta og við erum að gera. Við erum breysk eins og aðrir og ég held að það væri eðlilegra að markaðurinn tæki á þessu. Það veitir síðast andsvarið Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, ég er breyskari margur. En það er gott að fá á hreint að hv. þingmaður er hlynntur afkomutengingu veiðigjalda. Þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann, því ég veit að hún er sanngjörn manneskja, ég hef mikið álit á hv. þingmanni. Finnst henni sanngjarnt að vera þá alltaf að tala frumvarp minnihluta og frumvarp meirihluta og hæstv. sjávarútvegsráðherra að það sé verið að minnka tekjur því að hún er þá bara alltaf að horfa á næsta ár? Hér erum við að setja kerfi sem á að virka til framtíðar og það hefur komið fram á fundum nefndarinnar að ef það kerfi sem væri við lýði núna væri við lýði árið 2020 þá væru veiðigjöld 2,5 milljarðar. Á sama hátt gæti ég sagt við erum að stórauka veiðigjald og mínusa þar en ég er ekki ósanngjarn maður. Þess vegna horfi ég á, hér erum við með afkomutengingu, þess vegna sveiflast veiðigjaldið í takt við afkomu útgerðarinnar. Þess vegna er býsna ósvífið að vera alltaf að tala að það sé verið að lækka veiðigjöld. Og ég minni hv. þingmann á að ef að þessi aðferð sem hér er lögð til hefði verið notuð síðustu 10 ár, þá hefði komið í ríkissjóð 500 milljónum króna meiri veiðigjöld en gerðu. Þetta hefði sem sagt hækkað veiðigjöldin í síðasta áratuginn 0,5 milljarð króna og munar nú minna. Svara síðast andsvari Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, þetta er náttúrulega bara einfaldlega rangt sem kom fram í máli Kolbeins Óttarssonar Proppé að verið sé að það er bara hreinlega verið að lækka veiðigjöldin og þið verið bara að horfast, hæstv. þingmenn verða bara að horfast í augu við sitt eigið frumvarp. Það er þeirra ákvörðun að lækka veiðigjöldin með þessu frumvarpi og við teljum okkur fyrst og fremst fyrir að standa hér sameign þjóðarinnar sem er fiskurinn í sjónum og það er bara ekkert flóknara en það. Umræða andsvörum er lokið og umræða eina dagskrármálið er nú frestað. Útbýtt er á fundinum. Þingskjal 525, kosningar til Alþingis, frumvarp, flutningsmaður Álfheiður Einarsdóttir og fleiri. Þingskjal 526, fordæming viðbragða stjórnvalda á Spáni við atkvæðagreiðslu sjálfræði Katalóníu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Álfheiður Einarsdóttir og fleiri. Þingskjal, forseti biður hljóð í salinn meðan hann tilkynnir þau þingskjöl sem að þingmenn hafa verið að leggja fram og er hér útbýtt. Þingskjal 527, aðgerðir í loftslagsmálum, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Þessum fundi er slitið og verður nýr fundur boðaður með dagskrá.